Góðan dag. Þá það 19. bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabilið 2022 til 26, haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi, 15. maí. Ég ætla fyrst að spyrja hvort einhver hafi athugasemd við fundarboðið sem slíkt. Ef svo ekki, þá förum við hér yfir mætingu. Þá sem hér stendur þetta Kjartan Björnsson og forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúi D-lista. Síðan það Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Þetta var mætinguna og svo það Helga María Pálsdóttir bæjarritari sem ritar hér fundargerð. Við göngum þá til dagskrár. Það fyrsta mál á dagskrá, endurskoðun gjaldskrár félagslegrar stuðningsþjónustu. Tillaga frá öðrum fundi velferðarnefndar frá 2. maí, liður 2, endurskoðun gjaldskrár félagslegrar stuðningsþjónustu. Velferðarþjónusta Árborgar lagði til endurskoðun á gjaldskrá félagslegrar stuðningsþjónustu vegna hækkandi kostnaðarliða umfram árlega vísitöluhækkun. Einnig endurskoðun á reglum varðar gjaldtöku þjónustunnar. Velferðarnefnd leggur það til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna, en ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Helga Lind Pálsdóttir, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við langar kannski bara rétt að fara yfir hvað þetta fjallar um. Við erum í raun og veru með þessu að leggja til örlitla hækkun á gjaldskrá 200 krónur eða svo. Og við erum að leggja til að við erum í raun og að fara í 3 gjaldflokka í staðinn fyrir 2. Áður fyrir var það 1 gjald og svo var það 0 krónu gjald. Þannig að núna erum við í raun og veru að bæta við gjaldflokki 3 sem fyrir þá sem hafa verulegar tekjur umfram það sem eru lágmarks og viðbót grunnlífeyrir Tryggingastofnunar. Þannig að við höldum og getum haldið áfram þessum gjaldlausa flokki fyrir þá sem þurfa á því að halda. En jafnframt að þeir sem hafa þá aðeins meira milli handana þeir borga þessi 200 krónur aukalega. Þá finnst mér ótrúlega mikilvægt að taka fram að það aldrei innheimt fyrir meira en 2 tíma aðstoð við heimilisstörf og ef aðstofun fer fram yfir 2 tíma þá fellur annar kostnaður niður. Við erum líka að leggja til að gera breytingu á því að það verði lagt forfallagjald á þjónustuna. Þannig að ef þjónusta ekki afbókuð með 2 klukkutíma fyrirvara, þá verður samt send út 640 króna rukkun fyrir þjónustuna. Þannig að með þessi erum við vissulega aðeins að hækka gjaldskrána en hún þó tiltölulega væg þessi gjaldhækkun og bitnar ekki á þeim sem minnst eiga. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa endurskoðu gjaldskrá? Arnar Freyr Ólafsson, D-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Svo velti ég fyrir mér þegar maður les þetta svona mjög væg hækkun og vissulega þetta til þess að mæta útgjöldum sem sveitarfélagið að verða fyrir. Og ég velti því fyrir mér hvort af því að við erum í þessum aðgerðum að laga reksturinn, hvort að þetta sé í takti við aðrar aðgerðir að við séum að mæta að minnsta kosti vísitöluhækkun eða launavísitöluhækkun sem að verða til á gjaldahliðinni. Það væri kannski áhugavert að reyna að átta sig á því að þegar 200 krónur hljóma mjög lágt og hóflegt og það í sjálfu sér ágætt. En ef að sveitarfélagið að verða fyrir auknum gjöldum vegna þessara þjónustu í ljósi vísitöluhækkuna og hækkunar á launum,
Það væri gott að fá að vita hvernig það stendur. Þakka fyrir Arnar, þá var það Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilherendur. Ég var að veltaði fyrir mér hérna þegar ég var að skoða þetta, ég bara mundi það ekki, var þessi liður ekki hækkaður í fjárhagsáætlunar vinnunni í haust? Eða þarf að segja, var gjaldskrá félagslegar stuðningsþjónustu, var hún ekki hækkuð í desember við afgreiðslu fjárhagsáætlunar eins og aðra gjaldskrá? Man það einhver hérna? Ég allt í einu, af því ég hélt að hefði allar gjaldskrár hækkað þá 9,1%, eitthvað slíkt. Einhver snöggur að leita í fundagerðinni? Af því að það er hérna... Var hann bara hækkaður, ekki þetta? Já. Nei, hérna, sko, það eru náttúrulega bara, þú veist, ákveðin mistök ef að þetta hefur ekki verið hækkað, en auðvitað á þetta alltaf fylgjast að, og við eigum að vera svolítið skilvirk og fylgjum okkur í því að það var verið að hækka allar gjaldskrár 9,1% áramótin, og þetta hefði auðvitað átt að hækka þá líka, af því að það er náttúrulega eitthvað sem við eigum ekki að vera að gera, að svona hækka hér og þar yfir árið, sko. En það var nú bara það sem ég ætlaði eiginlega að spyrja um og kanna. En takk. Þakka fyrir Arnar, eru fleiri sem vilja tjá sig, einhverju sem hafa upplýsingar um þessa fyrirspurn Örnu. Nei. Við getum líka frestað afgreiðslu málsins ef við athugum það á eftir. Það er vel mögulegt og við geymum þá fyrsta liðin og þar til við fáum þessar upplýsingar til að upplýsa umræðuna áður en að við klárum málið. Göngum til annars liðar á dagskrá fundarins sem eru reglur um úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg. Og það er hér fylgiskjal með heilmikilli lesningu sem fylgir með málinu og það er hér lagt til við bæjarstjórn að samþykkja þessar reglur og ég opna fyrir mælendaskrá og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Við erum hér undir máli 2, reglur um úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg. Mér langaði í rauninni kannski bara að koma upp til þess að vekja athygli á því að þessi heimild hefur verið til staðar og við erum í rauninni að setja, svona útfæra hvernig eigi að beita þessari heimild og það er auðvitað líka alveg að reyna að bæjarráð ákveður alltaf hversu hátt gjaldið verður hverju sinni en þarna er verið að setja inn að það sé að lágmarki 30% og að getur orðið hámarki 70%. Þetta er svona svipað og sveitarfélög kringum okkar er að gera. Ég veit að Hvergilsbær er með þetta svona og ástæðan fyrir að við erum í rauninni að setja þetta inn núna er að þarna eru tekjumöguleikar og við erum auðvitað að reyna að leita allra leiða til þess að auka tekjumöguleika sveitarfélagsins sem það er ekki mjög margir tekjustofnar sem við höfum í að leita þannig að þarna erum við í rauninni að skerpa á þessari heimild og í rauninni að hvernig að útfæra þetta og en á endanum er alltaf bæjarráð sem að tekur ákvörðun og þetta myndi alltaf koma fyrir bæjarráð hverju sinni. Takk. Þakka þér fyrir Fjóla, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, S-lista við beðum orðið. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, við erum að ræða þarna annan lið, breytinga á úthlutunarreglu lóða í sveitarfélaginu Árborg.
Það sem eins og Fjóla kom hér inn á að stærsta breytingin raun og veru sú að það hefur verið að formfesta betur og útfæra þá heimild sem að hefur verið að innheimta innheimtu innviðagjalda sem við getum sagt svo eða sem við kallað, þetta nú kallað byggingaréttur, sala á byggingarétti en þetta auðvitað innviðagjald og sem að hefur nú verið nokkur sinnum í umræðinu hér og í öðrum sveitarfélögum. Og spurningin mín kannski sú til bæjarstjóra eða formann skipulagsnefndar og formann bæjarráðs ætlunin að hefja héðan í frá innheimtu innviðagjalda af öllum þeim lóðum sem að verða úthlutað annars vegar af sveitarfélaginu Árborg og hins vegar af þeim lóðum sem að einkaaðilar hyggjast hefja framkvæmdir á umfram þau byggingarleyfi sem nú þegar búið að veita. Takk. Þakka þér fyrir Sigurjón. Álfheiður Heimarsdóttir, álista. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, íbúar og aðrir þeir sem að fylgjast með. Ég fagna því að það sé búið að setja þarna inn og skýra í raun og veru þessar heimild okkar fyrir að innheimta innviðagjöld. Þó svo að mann í grunni að þau renni beint út í fasteigna gjöldin sjálf eða þar að segja verðið á fasteignunum að þá samt sem áður verður sveitarfélagi í þeirri stöðu sem það núna að leita bara allra leiða til þess að koma okkur á almennilegt ról fjárhagslega. Ég samt sem áður með 2 athugasemdir varðandi, það enda mjög erfitt að lesa þetta skjal, þetta allt í track changes, þannig að þetta ekki samfelldur texti og breytingarnar eru svona highlightaðar og athugasemdir inn á milli og svona svolítið rugglingslegt. En ég er með athugasemd í sambandi við lið 1 auglýsing lóða. Þar í A-liði búið að bæta inn að jafnaði skulu allar lóðir auglýstar áður en þeim úthlutað í fyrsta sinn. Mér finnst þetta að vera loðið. Mér finnst að þarna ég bara standa allar lóðir skulu auglýstar áður en þeim úthlutað í fyrsta sinn og þá þið einhvers staðar að gefa undanþágu eða rökstyðja af hverju var ekki auglýst. Mér finnst það bara svo augljóst. Ef við erum með þetta að jafnaði þarna inni, þá erum við bara komið með óútfylltan tékka á það að selja íbúðir án þess að auglýsa þær, hverjum sem nánast, án þess að rökstyðja það sérstaklega. Þannig að ég tel að þessi breyting sé til hins verra. Og því sama á við lið 2 sem fyrirkomulag úthlutunar. Lóðum að jafnaði úthlutað með einum af eftirfarandi 3 hætti. Ég vildi að þarna myndi bara standa, lóðum úthlutað með einum af eftirfarandi 3 hætti, nema sérstaklega sé kveðið á annað, þannig að það yrði þó rökstutt ef við færum út af þessum almennu reglum. Þetta bara gagnsætt, allar lóðir eiga að vera auglýstar, allar lóðir eiga að vera úthlutað með sama hætti og ef eitthvað út af bregður og það þarf að fara fram hjá þessum almennu reglum, að þá á að rökstyðja það sérstaklega og koma fram í fundargerð einhvers staðar út af hverju það var. Og það tel ég að við gerum með því að taka þetta að jafnaði út. Annars þetta bara gott, takk. Þakka þér fyrir Álfheiður og Fjóla Steindur og Kristinsdóttir. D-lista biður orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Ég vil kannski svara Sigurjóni að þarna náttúrulega komin heimild til þess að rukka og þá hversu hátt, en það alltaf bæjarráð sem tekur þessa ákvörðun, þá allavega komin heimild þú að bæjarráð geti tekið þessa ákvörðun og ástæðan fyrir að skjalið sett svona upp, svona kannski aðeins rugglingslega náttúrulega til þess að við getum áttað okkur á þeim breytingum sem við verðum að gera, þannig að við sjáum hvað við verðum að gera.
En svo varðandi hérna, Álfheiður, það sem þú ert að tala um, þessa setningu hérna, ætla að fara hérna, er að það hefur í gegnum tíðina hafa verið gefin vilyrði fyrir verkefnum og vilyrði fyrir þegar fyrirtæki hafa komið og kannski ekki mikið verið um að vera, og þannig er í rauninni verið, þetta fer að sjálfsögðu alltaf fyrir hérna bæjaráð, en þannig er í rauninni verið að hérna setja þessa setningu svo það sé heimilt ef að aðstæður eru þannig sem hefur verið í gegnum tíðina að hafi verið gefin vilyrði, sem að verið þá alltaf tekið fyrir og er alltaf gegnsætt, að þetta er í rauninni bara orðalag sem er verið að breyta til þess að heimildin fyrir vilyrði sé til staðar. Eins og ég skil þetta, treysti því að hérna, okkar fremstu lögfræðingar sé að hérna, vinna því að gera þetta þannig að þetta sé náttúrulega 100% gegnsætt og bæjaráð mun alltaf fjalla um allt sem að verður þá hérna, tekið fyrir þar og hérna og gegnsætt og rauninni náttúrulega hérna, gert opinbert hvað er verið að fjalla um þar. Hverjir eru að sækjast eftir vilyrði ef einhverjir eru, en hérna að jafnaði, þá er það í rauninni bara verið að taka þótt fyrir sviga. Í hvaða tilfellum þá sér stað, ég veit að það hafa verið veitt vilyrði gegnum tíðina sem hefur ekkert orðið úr og við höfum fengið fullt af slíkum málum inn á borð síðan að við tókum við varandi vilyrði á lóðum, en auðvitað eru mjög skýra reglur svo það þegar það fellur úr gildi að það verður ekki að veruleika, þannig að auðvitað verður við að hérna, útfæra það síðan algjörlega allar verklagsreglur í kringum þetta síðan að þessi 100% hérna, jafnræðisgætt og gagnsæis og hérna, að allir séu við sama borð, sammála því 100%. Þakka fyrir Fjóla. Álfheiður Einarsdóttir, álista. Orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með. Bara takk fyrir svara Fjóla, en ég held að þó svo að við tökum að jafna þið út og séum bara með að allar og lóðir séu auglýstar og í báðum þessum liðum 1 og 2 að þá er alveg sko svigrúm til þess að veita vilyrði eða fara aðeins út af hérna beinu brautinni, en þá þurfi að rökstyðja það sérstaklega. Og þetta með vilyrðin sem að mér hefur fundist í gegnum tíðina að vera bara mjög vafasöm oft á tíðum og lykta svona af einhverjum ófaglegum vinnubrögðum skulum við bara segja, að þarna með því að hafa bara að alla lóðir skulu auglýstar og að úthlutunum skuli fylgja þessum þrennum og að það þurfi að rökstyðja það þá sérstaklega ef ekki er svo gert. Og að vilyrðin, ef það eru gefin út vilyrði fyrir lóð, að það sé bara auglýst, rökstutt sérstaklega og öðrum gefin kostur á því að reyna að tryggja sér vilyrði fyrir viðkomandi lóð ef áhugi er fyrir. Þetta er svo illa auglýst, þetta er svo illa sýnilegt á vef Árborgar að það veit enginn og sér enginn. Þú ert að grafa því í gegnum margar síður til að komast að því hvaða lóðir eru lausar. Hvaða lóðir eru í uppbyggingu, hvaða lóðir koma til með að vera lausar á þessu tímabili, hvaða þessu eru iðnaðarlóðir. Það er fólk sem er að fá vilyrði hérna fyrir lóðum sem er ekki sko varla búið að teikna niður á blað og mér finnst það bara mjög einkennilegt og ég held að við komum í veg fyrir óvöndu vinnubrögð af þessu tagi með því að halda og taka þetta að jafnaði út, vegna þess að þegar þú segir að jafnaði þá ertu komin með heimild fyrir því að ganga á þvert við reglurnar af því að hérna, það stendur bara að jafnaði. Það stendur ekki að þú þurfir að gera þetta alltaf. Takk. Þakka fyrir. Álfheiður Sigurjón Vítalín Guðmundsson, S-lista. Orðið. Herra forseti, já, fyrir að taka Fjólu fyrir svarið og ég ætla þá bara að, kannski var ég ekki nógu skýr, ég ætla þá bara umorða spurninguna og beina henni þá til Braga, sem formann bæjarráðs. Er það stefna meirihlutans í sveitarfélaginu Árborg
að taka upp innviðagjald og verður það gert frá og með næstu lóðaúthlutunum eða frá og með næstu útgefnu byggingarleyfum til einkaaðila sem ekki hafa þegar verið gefin út. Ég spyr vegna þess að þetta er mikilvægt að því leytinu til að fjárhagsstaða sveitarfélagsins er slæm eins og við höfum margoft rætt hér og eitt af því sem að Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars rættum og talaði fyrir í kosningabaráttunni fyrir rétt ári síðan var að taka upp og byrja að innheimta innviðagjöld og þess vegna finnst manni með þessari breytingu sem nú verið að gera það benda til þess að það eigi að fara að hrinda því í framkvæmd og ég hef engar athugasemdir við það per se, ég er bara veltaði fyrir mér hvort og ég held að það sé mjög gagnlegt fyrir alla að fá að vita það, bara hreint útsagt, stendur þetta til eða ekki? Takk. Takk fyrir Sigurjón og Bragi Bjarnason, D-listar biður orðið. Forseti bæjarfulltrúar er tilheyrendur. Já, til að svara þessari spurningu þá stendur það sannarlega til þegar að farið er í rauninni uppbyggingu, þegar einkaaðili fyrir uppbyggingu á íbúðarhverfi nýju að í samningi sveitarfélagsins við þann aðila séu í rauninni samningsbundnar greiðslur eða innviðagjald eins og hefur oft verið kallað. Byggingarréttargjaldi veitir okkur strax heimild þegar við erum að úthluta lóðum, meðal annars þegar við förum að úthluta lóðum í Björkustykki sem sveitarfélag á núna til dæmis í haust eða í öðrum lóðum sem getur komið bara strax frá gildistöku þessa regla þá myndi það gilda að við getum sett byggingarréttargjald á það en innviðagjöld svo kannski annar hlutur sem getur verið í þessum einkasamningum sem eru gerðir sérstaklega uppbyggingu íbúðarhverfa. Og það er sannarlega, en náttúrulega því miður auðvitað, og eins og við höfum kannski rætt hérna áður, þá er búið að gera núna, það eru einkahverfi uppbyggingu sem eru með samninga, gilda samninga, sem þyrfti þá að taka upp til þess að geta komið einhverjum svona gjaldi inn. Svo umræðið hefur sannarlega aðeins farið fram og vonandi tækist að fá eitthvað meira út úr þeim, en til framtíðar þá stendur það sannarlega til að í nýjum samningum sé þetta gjaldsetti. Þannig að sveitarfélagi geti eflt tekjustörfum sína og fengið örlítið meiri tekjur til að standa undir þeim innviðum sem þarf við þessu uppbyggingu. Þannig að vonandi að svara spurningunni skýrt. Takk fyrir Bragi, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Forseti, það eru tilheyrendur. Já, ég fagnaði mjög og lýsti því yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi að við varum áfram það að setja upp innviðagjöld og það er ljóst að það er verið að hrinda því í framkvæmd núna og jafnframt að þá veltir Sigurjón upp spurningunni á hvaða tímapunkti og það skiptir máli þegar við erum til dæmis að fara í íbúðarhverfi sem að telur 550 íbúðir og vissulega liggja fyrir á því landi til dæmis og svo öðrum löndum það liggja fyrir í rauninni samningar en þannig að ég kannski bara brýni þá spurningunum liggur það fyrir að þau fyrirtæki sem að hafa nú þegar samninga fái sleppi undan innviðagjaldinu eða tekur þetta gildi frá með einhverju dagsetningu í framtíðinni og stendur þá ekki til að taka upp samningana sem að liggja fyrir núna. Við þurfum að fá að vita þetta og bæjarbúar þurfa að fá að vita það hvort að þeir sem að eru fyrstir í röðinni sleppi þá við þetta eða ekki. Og svo verður mjög áhugavert að sjá hvernig í rauninni gjaldskráin kemur til með að líta út fyrir þetta og ég bara hvet meirihlutann áfram og alla þá sem að koma fyrir vinnu að reyna að áætla hver fjárþörfin er í ofanlag við kannski 20 ára fasteignagjöld sem að við verðum að áætla að taka eða innheimta af nýjum íbúðum og fá þar að leiðandi upp í þá þjónustu sem sveitarfélagið þarf að inna á hendi en var líka gott að vita að liggja fyrir drög á gjaldskrá. Takk. Já, þakka fyrir Arnar og þá er það Fjóla Steindóra Kristinsdóttir.
Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Já, það er ekkert launungamál. Við erum að reyna að leita allra leiða til þess að auka tekjur sveitarfélagsins, eins og ég sagði áðan. Og þetta kemur til með að bara frá þeim degi sem að við erum búin að klára þetta, þá verður fara að rukka fyrir þetta. Við stöndum bara fram fyrir því, við verðum bara að gera það. Og varðandi þá samningar sem nú þegar eru í gildi, þá erum við auðvitað bundin af þeim, en erum samt sem áður að skoða það. Hvaða rétt við höfum. En þeir eru sannarlega, við erum bundin í þeim, en við erum eins og við höfum sagt opinberlega og allstaðar að skoða allt. Hvaða rétt höfum við, hvernig stöndum við gagnvart í og þú veist, það er rauninni ekkert undanskilið neins staðar. Og við erum að leggja mikla áherslu á tekjuhliðina alveg svo á hagræðingarhliðina, þannig að já, við erum að skoða það. Takk. Takk fyrir Fjóla, eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum öðrum lið? Og ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessar breytingar og reglum úthlutun lóða í sveitarfélaginu Árborg samkvæmt meðfylgjandi skjali. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Varðandi lið 1 áðan, við áttum eftir að afgreiða það, eru komnar skýringar á því, þær eru komnar og þá ætlum ég að fara aftur í lið 1 á dagskrá fundarins sem er endurskoðun gjaldskrár félagslegrar stuðningsþjónustu. Helga Lind Pálsdóttir D-lista. Við beðum orðið. Forseti, takk fyrir ábendingarnar og takk fyrir spurningarnar, það voru góðar. Flettum þessu upp og við hækkuðum þessi gjaldskrá áramótin eins og allar aðrar gjaldskrár 9,1%, en 9 til 9,1%. Það sem í raun og veru kannski við erum að breyta núna sérstaklega er það að við erum að búa til annan gjaldflokk. Við erum að breyta frá 2 gjaldflokkum yfir í 3 og það kemur mikið til af því að það er hækkandi kostnaðarliður umfram vísitölu. Og af því að við erum í þeim aðstæðum sem við erum í núna, þá verðum við náttúrulega bara að horfa í hver einustu krónu hvar sem það er og það eru aðstæðunar. Þannig að það er kannski óþægilegt að gera þetta miðju ári, vissulega, en við notum það að við séum að fara í þessa 3 gjaldflokka. Þannig að ef mér tilreiknast rétt, þá er þetta samt ætlað hámarksgjald fyrir þjónustu fyrir hæsta tekjuflokkinn. Þrif 2 tímar í senn 2 í mánuði væru 8.800 krónur á mánuði og það er einungis fyrir þá einstaklingar sem eru og hjón og sambýlisfólk með mánaðarlega tekjur yfir samanlagt 785.000. Þannig að það er það hámark 8.800 greiðslur. Mér finnst bara svo mikilvægt að koma að því aftur að þeir sem eru tekjulægstir þetta bitnar ekkert að kemur þeim í raun og veru hækkar ekkert á þá. Vonandi að svari spurningunni. Já, þakka þér fyrir Helga Lind. Var þetta? Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista. Forseti, já, takk fyrir þetta Helga Lind. Ég var einmitt líka búin að fletta þessu upp að við höfðum hækkað gjaldskrána 9,1% áramótin eins og aðrar gjaldskrár. Ég hefði svona kosið að við myndum fara yfir allar gjaldskrárnar og þetta væri þá hluti af því. Það er alltaf svona, það er alltaf svona meiri bragur á því að taka þetta allt saman af því að það eru auðvitað bara breytta forsendur og annað og það þarf náttúrulega bara að taka þá meðvita ákvörðun hvort það eigi að halda sig við það sem að þær hækkanir sem voru gerðar á síðustu áramót og sjálfsögðu síðan verður þetta aftur skoðað allt saman í haust þegar verður farið að gera nýja fjárhagsáætlun. Þannig að bara svona að hafa það í huga varðandi að það hefur ekki verið vaninn að breyta gjaldskrám á miðju ári en að sjálfsögðu ef að ytri aðstæður eru ákaflega óvenjulegar eins og þær hafa svo sem verið á þessu ári og eiginlega bara síðan á síðast ári þá kannski getur breytingar þar á en engar síður þá held ég að við ættum að gera þetta meira svona heildstætt og
og ekki að vera að hækka gjaldskrár á miðju tímabili. Takk. Takk fyrir Arna. Nú eru fleiri sem vilja tjá sig þennan fyrsta lið á dagskrá fundarins. Ef svo ekki, þá lít ég á það sem tæmandi og við göngum til atkvæða endurskoðun þessara gjaldskrár félagslegra stuðningsþjónustu. Þeir sem eru henni samþykk vinsælast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá göngum við til þriðja liðar á dagskránu sem miðbær Selfoss, breyting á deiliskipulagi 2022. Fyrir fundinum liggja drög að samkomulagi sveitarfélagsins við Sigtún þróunarfélag áframhaldandi uppbyggingu annars áfanga miðbæjar Selfoss. Samhliða framlagningu gagnanna lögð til frestun og afgreiðslu málsins fram til 7. júní næstkomandi og áður en samkomulag og breytt deiliskipulag sem tekið verður til afgreiðslu skipulagsnefnd 17. maí næstkomandi fá frekari afgreiðslu bæjarstjórnar verði málinu vísað í íbúasamráð. Það ráðgefandi könnun og afstöðu íbúa til frekari uppbyggingar miðbæjarins í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. Könnunum verði framkvæmd á tímabilinu 18. til 25. maí næstkomandi og verði framkvæmd í gegnum vefsvæðið Betri Árborg. Þátttakendur í íbúasamráðinu eru íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu 18 ára og eldri. Hver þáttakandi hefur 1 atkvæði og þarf að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum til að geta tekið þátt í könnuninni. Þurfi þáttakendur aðstoð við að taka þátt í könnuninni verður aðstoð veitt í þjónustuveri Árborgar sem staðsett á 1. hæð í Ráðhúsinu að Austurvegi 2 á Selfossi. Íbúar munu geta nálgast upplýsingar íbúakönnunina, deiliskipulagstillöguna og samkomulagið á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Í könnuninni verði eftirfarandi spurning lögð fyrir íbúa. Ertu hlynntur breytingatillögu varðar uppbygging á miðbæ Selfoss í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi við sveitarfélagi Árborg og tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Svo mörg voru þau orð hér í forgangi og fylgigögn sem fylgja. Fyrstur hefur beðið orðið Bragi Bjarnason délista. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við leggjum hérna fram þessi drög að samkomulagi. Áður hefur bæjarstjórn fjallað í rauninni deiliskipulagstillögun og vísað henni til auglýsingar og hún verður tekið síðan fyrir í skipulagsnefnd næstkomandi miðvikudag með þá það sem búið að taka tillit til þeirra athugasemda sem sem hafa voru gerðar. Það komu sem 2 athugasemdir. Ferli sem slíkt og þegar þessi hugmynd kemur fyrst inn á borð til bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar fengu kynningu á í haust og haldinn mikill íbúafundur til að kynna þessar hugmyndir, þá lá það alltaf fyrir bæði frá hendi sveitarfélagsins og Sigtúns þróunarfélags að málið ætti að leggja fyrir íbúana. Það ætti að kanna hug íbúana. Ætti það að vera kosning, könnun eða hvaða form það væri en á niðurstaðan hefur að það verði íbúa könnun. Það var stofnaður samráðshópur síðasta haust þar sem í sátu 4 bæjarfulltrúar og hann hefur unnið í vetur, fundað 5 sinnum og þar í honum voru fulltrúar sem sveitarfélagsins og Sigtúns þar sem var verið að vinna að samkomulaginu, tillögun og þessu ferli og erum við hingað komin þá í dag þar sem verið að leggja þessi drög að samkomulagi og tillögu að íbúa könnuninni. Og eins og fram kom í upphafi þá var náttúrulega lagt til að hún hefjist núna í seinni hluta vikunar á 5. verði opin í viku. Þessi einnar spurningar þar sem að þetta hangi saman tillagan að breytingu deiliskipulags og svo samkomulagið sem liggur þar fyrir. Síðan í rauninni eftir að þeim fresti líður 7. júní verði málið tekið til afgreiðslu bæjarstjórnar og þá er rauninni bæði afgreiðsla skipulagsnefndar og samkomulagið miða við niðurstöðu íbúakönnunar. Af því að ræða íbúakönnun sem hefur ekki lagalegt gildi eins og framkom þegar við vorum að ræða málið fyrir þegar við samþykktum að setja deiliskipulagið til auglýsingar, þá bókuðum við sérstaklega tókum fram að málið færi til íbúakönnunar, þá hefur hún ekki neitt lagalegt gildi
og því ekki lagt upp með einhverjar ákveðnar prósentur, en samráðshópurinn hefur alla því talað það í rauninni í sínu máli og báðir aðilar að miðætti við sambærilega forsendur og voru í kosningunum 2018. Þannig að ef 29% tækju þátt af þeim sem mega kjósa, væri niðurstaðan bindandi yfir því sem íbúarnir segja. Þetta ekki lagalegt, getum við ekki sett það fram sem skilur, en hver og einn bæjarfulltrúi getur upplýst sína afstöðu gagnvart því að hann muni taka mið af þeirri forsendu. Ég get bara sagt það fyrir sjálfa mig að maður mun þá virða það í rauninni að það sem hefur verið rætt í þessu að ef það er næst 29% þáttaka, fólk segir já eða nei, þá munum maður fylgja þeirri niðurstöðu því að við erum að spurja íbúana sannarlega þeirra hug til þessa verkefnis og í rauninni hvernig við erum þá að vinna að því í rauninni. Bæði hugmyndu Sigtúns deiliskipulagið sjálf og svo í rauninni samkomulagsins sem sveitarfélag og Sigtún að gera málið. Og kannski helstu atriði því að drögin að samkomulaginu liggja hérna fyrir og verða aðgengilega í rauninni ásamt deiliskipulagstillögunni sem verður tekið fyrir í skipulagsnefnd á miðvikudaginn þegar að kosningu opnar, að þessi viðauki við samkomulag sem var gert í rauninni 2017 er í rauninni svona helstu atriði þar er tekið fram stærðirnar, hvaða stærðir að ræða, hvað breytist varðandi Sigtúnsgarðinn, hvað í rauninni breytist varðandi byggingareiti og byggingamagn. Með samkomulaginu veitir Árborg vilyrði og úthlutar þessum 2720 viðbótar fermetrum sem eru syðst í garðinum og svo austast í garðinum til Sigtúnsþróunarfélag til þessar uppbyggingar, en eins og í gildandi samkomulagi áfram þá afsalar að loknum framkvæmdum afsalar Sigtún sér þessu landi tilbaka, þannig að sveitarfélagi fái lóðarlega afhent í framtíðar ásamt öllum öðrum gjöldum, þannig að það komum bara skýrt fram. Og síðan í rauninni í framhaldi til þess að þetta samspil Sigtúnsgarðs sem er okkar garður þar sem við höldum hátíðir og erum að tengja núna næsta áfanga miðbæjarins, þá stofnum við vinnuhóp þar sem við vinnum saman að þessum tengingum, þannig að þær verði sem bestar og nýtist bæði íbúum og gestum sem best. Þannig að það verði í framhaldinu stofnaður vinnuhópur sem muni skilgreina hvernig við vinnum að þessu, göngugötunni og viðburðarskálinni og svo restina af garðinu sem er þá á hendi sveitarfélagsins. En þessi tenging virki vel og ég held að sé mjög mikilvægt að sveitarfélag og Sigtúnsþróunar vinni þetta í sameiningu þannig að þetta verði sem bestu garði gert. Það mun taka sem tíma en eins og komið fram þá þessi vinnuhópur að leggja fram tillögu að hönnun, kostnaðargreiningu og framkvæmd á umræddu svæði. En báðir aðeins skipti þeim kostnaði á milli sín þar sem að sveitarfélagi sér garðinn og þeir náttúrulega uppbyggingareitina að þá vinnum menn saman á þessum samskiptum með svo með orð. Þannig að þetta eru svona helstu upplýsingar sem ég vildi komið frá þessu, auðvitað fellur úthlutana gildandi reglum og gjaldskrá, við vorum að ræða hana hérna rétt áðan þannig að það fellur undir þar sem er verið að úthluta auka. En að öðru leyti er hvetja í rauninni bara íbúa að þetta verður samþykkt að fara þessa leið að þá taka þátt í íbúakönnuninni, segja sinn hug. Við erum að leggja þetta á borð fyrir íbúa að taka ákvörðun þetta. Til kynningar að auki var samráðshópurinn að taka núna fyrir bara í síðustu viku og fjallum að það verði sérstakur íbúafundur eða kynningafundur. Þá hugmyndir var næstkomandi mánudag 22. maí klukkan 5:30. Þar sem að í rauninni þar sem var í sameiginlegur kynningafundur sveitarfélagsins og Sigtún, þannig að hugmyndin var kynnt frá þeirra hendi, ferlið og samkomulag kynnt frá hendi sveitarfélagsins, þannig að allir íbúar geti þá líka spurt, þeir sem hafa áhuga og í framhaldinu haft hann samt nokkra daga til að setja sína afstöðu fram í könnuninni. Fleira var ekki, takk fyrir. Þakka þér fyrir, Bragi. Það vert að minnast þess að því að það náttúrulega langt mál upp að telja en hér fyrir þá sem vilja leita sér upplýsinga þetta íbúa að þá eru hér 3 fylgiskjöl með þessu máli sem eru þetta upplýsingar framgang og stöðun á málinu. Það er bæði drög að viðauka samkomulag, það er líka fylgiskjal með samkomulag milli sveitarfélagsins og Sigtúnsþróunarfélags og síðan að lokum minnisblað vegna íbúakönnunar og afgreiðslu deiliskipulagstillögunnar fyrir miðbæ Selfoss og þar eru þetta margt upplýsandi fyrir íbúa til þess að skoða og margar upplýsingar sem að skipta máli í því sem framundan því að ég veit að margir hafa áhuga á þessu og hafa skoðun bæði
með og á móti eins og gengur og ég hveti íbúa til þess að kynna sér það. En þá hefur Álfheiður Einarsdóttir álist að beðum orðið. Forseti. Já, ég er með 2 athugasemdir við þessa tillögu og ég kem nú úr félagsvísindageiranum og spurningin sjálf leiðandi. Þannig að ég ætla að gera hér breytingartillögu á spurningunni sem lagt er til að verði lögð fram fyrir íbúa af því að hún orðið ertu hlynntur breytingartillögu. Þú veist, það bara mjög leiðandi. Þú getur alveg spurt, ertu óhlynntur? Skilurðu, það ekki spurt að því. Þannig að ég geri það breytingartillögu að spurningin orðist svona. Hver afstaða þín varðandi breytingartillögu sem varðar uppbyggingu á miðbæ Selfoss í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi sveitarfélagið Árborg og tillögu að breytingu á deiliskipulagi? Spurningamerki. Og svarkostirnir verði þá hlynntur, óhlynntur eða samþykkur, ósamþykkur. Þannig erum við búin að gera út það að spurningin sé leiðandi. Þannig að þetta fyrsta breytingartillaga mín. Önnur breytingartillaga mín, þetta náttúrulega öðruvísi kosningar, svona rafræna kosningar heldur en venjulegar íbúakosningar eins og voru haldnar 2018 miðbæinn. Það voru svona venjulegar pappírskosningar, þannig að þetta nú svona pínulítið tilraun hjá okkur. Það verður okkar fyrsta rafræna íbúakosning og við vitum að það eru ákveðnir hópar sem þurfa aðstoð við þáttöku í slíkum kosningum og það verður bara mjög spennandi hvernig það kemur út. Ég vona bara að það verður auglýst mjög vel af sveitarfélaginu sjálfu og hin athugasemdin og breytingartillaga sú að við höfum heimild til þess að allt niður í 16 ára taki þátt í íbúakosningum í sveitarfélögum og ég legg til að íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu 16 ára og eldri fái að taka þátt. Takk. Þakka þér fyrir Álfheiður. Það væri ljómandi gott að senda á Helgu tillögurnar þannig að það liggi nú fyrir á meðan við erum hér í umræðum þessar tillögur og það alveg vert að skoða orðalagið í þessu í sjálfu sér. Við myndum kannski gera þá bara fundarhlé á eftir til þess að kannski finna út úr því ef mann ekki sammála þessu orðalagi, en orðið laust fyrir þá sem vilja tjá sig þetta mál hér á 3. mál á dagskránni. Einhverju sem vilja tjá sig, miðbær Selfoss, breyting á deiliskipulagi. Já, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, S-lista við beðum orðið. Haldum hér opinni mælendaskrá í smá tíma, þannig við finnum út úr þessu. Herra forseti, við erum hérna að fjalla mál númer 3 á dagskrá, það ekki? Jó, miðbær Selfoss. Ég nú einn af þeim sem hafa verið í þessum samstarfshópi og þar hefur margt, starfið þar hefur bara farið fram með miklum ágætum og átt út af það að setja. Það sem að ég hef langar kannski að hnykkja á kannski fyrri athugasemdir sem ég hef gert við þetta ferli. Mér finnst það óeðlilegt að einkaaðili skuli geta einhliða sett fram breytt deiliskipulag þar sem að hann fer inn á land sveitarfélagsins án þess að það liggi fyrir samkomulag þess efnis að sveitarfélagið sé yfirleitt tilbúið til þess að láta þetta landsvæði
í té einkaaðila. Eðlilegt að það komi líka fram að þetta snýst ekkert miðbæ Selfoss sérstaklega eða Sigtún þróunarfélag. Þetta bara almennt finnst mér þetta ekki passa og ekki vera góð stjórnsýsla. Annað sem að mér finnst þá kannski að við þurfum að hugleiða ef þetta nær fram að ganga og þessi spilda verður hluti af miðbæjarskipulaginu, að þá erum við að tala þarna aukningu á byggingamagni einhverja 11.000 fermetra rétt rúma. Og aftur þá í ljósi fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, þá hlýtur það að vera eðlilegt, fyrst að það er búið að boða hér gjaldtöku á byggingarétti. Það yrði þá rukkuð byggingaréttargjöld af þessu viðbótar byggingamagni í það minnsta. Því að það er náttúrulega algjörlega ótækt ef það á að fara að mismuna hér aðilum í sveitarfélaginu sem ætla sér að fara í einhverja uppbyggingu á landi sveitarfélagsins, lóðum sveitarfélagsins, eins og þessi lóð sannarlega er. En sumir eiga að vera því undanskildir. Það gengur ekki í mínum huga. Og hvað íbúðakönnunina varðar þá að sjálfsögðu vona ég að það verði góð þáttaka og fólk muni gefa sér tíma til þess að fara yfir gögnin og segja hugsun. Ég er sammála Álfheiði, mér finnst þessi breyting sem hún leggur til spurningunum mjög góð. Ég hafði líka haft orð á því í vinnuhópnum að það væri spurning hvort þetta ætti að vera 2 spurningar, þar að segja við erum að raun og vera að fjalla 2 mál, annars vegar stækkun á eða breyting á deiliskipulagi og hins vegar breytingu á samkomulaginu. Og hvernig því er stillt upp. Einmitt þá með tilliti til þess á að greiða fyrir þennan auka byggingarétt og þessa lóð í raun og veru sem að bætist þarna við. Já, þetta er svona til umhugsunar. Takk. Takk fyrir Sigurjón. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og bæjartilheyrendur. Já, bara góður umræður og sammála Álfheiði með spurninguna að gera skoða hana og passa upp á hana. Varðandi tekjurnar, ég hef sem mikinn áhuga á tekjunum sérstakar, að þá já, þá er það í draugunum. Auðvitað frá þeim degi þessna liggur okkur á að koma þessu inn. Þessari heimild eða sérstaklega útlistan á því hvernig við tökum á þessari heimild. Þá kemur það fyrir bæjarráð og leið og hún er komin í gildi og við getum fara að nýta okkur hana þá frá þeim degi munum við að sjálfsögðu nýta þetta gjald þar sem að það á við eins og þú ræddir þarna. Þar á það við. Sannarlega. Takk. Takk fyrir Fjóla. Arnar Freyr Ólafsson, D-lista. Já, takk fyrir. Virðulegur forseti. Við erum að tala undir lið 3, miðbæjarskipulagið og það er mjög mikilvægt að við ræðum þetta bara opinskátt varðandi það hvort að við teljum rétt að rukka fyrir þetta. Þetta eru 2630 fermetrar ef ég man það rétt og það er viðbót sem að bærinn er að leggja til handa Sigtúni þróunarfélagi til þess að auka við byggingamagnið þetta og það er auðvitað búið að ræða það í þessum vinnuhóp og ég er tilkynnið það meðal annars að ég er þáttakandi í þessum vinnuhóp að breytingu á miðbæ. Ég lít nú svolítið þannig á að ferlið hófst 2017
með öðrum í rauninni bæjarfulltrúum þó að einhver hluti þeirra sitji hér enn. Og síðan var þetta í rauninni byggt upp á síðasta kjörtímabili og það var farið í íbúðakosningu og það var tekin ákvörðun á þessu grundvelli. Og ég kem hér að máli til dæmis í upphafi eða fyrir ári síðan og þar erum við bara út í miðri á og mér finnst mjög gott að þetta verði lagt í rauninni íbúðakönnun þar sem að allir íbúar munu taka afstöðu til þessa máls, breytinguna og þeir munu þá jafnframt og það verður þá bara að gera öllum það skýrt að það verður að leggja til viðauka þar sem að bærinn mun leggja Sigtúni þróunarfélagi þessa fermetra til handa endurgjaldslaust en að því leytinu en við fáum náttúrulega talsverðar viðbætur, við fáum stærra verkefni og fleiri fermetra og teljum okkur í rauninni fá það tilbaka á síðara tímum. Það er að segja ef við samþykkjum það. Ef við samþykkjum það ekki, þá bara samþykkjum við ekki og fyrir að deiliskipulag tekur til heldur bara áfram í framvindu og í rauninni hefur þá ekkert gerst. Það er engin glæpur framinn í sjálfu sér. Þannig að það er í rauninni mjög mikilvægt að allir viti það að það er stjórnsýsluleg festa bæði ef breytingartillagan verður samþykkt og ef henni verður hafnað. Það verður ekkert uppnám. Þannig að ef að fólk er ekki samþykkt því að þessir fermetrar fara þarna undir viðbætur, undir nýtt deiliskipulag þá bara hafna þeir einfaldlega. Það er bara okkar réttur sem bæjarbúa. Þannig að ég held að upplýst umræða og almenn þáttaka sé algjörlega risastór forsenda því að það verði sátt þessa breytingu og við þurfum öll að leggjast á eitt að tala saman fyrir það fyrsta og taka þátt í annan stað. Takk. Þakka fyrir Arnar, Sveinn Ægir Birgisson, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að miðbæinn og mér langar kannski bara að þakka vinnuhópnum og þeim starfsmönnum sem hefur komið að þessari vinnu. Við erum stödd í dag, það er búið að vanda til verka og auðvitað er þetta mikill áhugi í þetta mál af því þetta er náttúrulega stórt mál og hefur verið mikið lyftistöng fyrir samfélagið og sammála Arnari að þetta verkefni hófst ekki núna, þetta hófst fyrir löngu og hefur fengið að þróast lengi vel og maður hefur bæði verið með og á móti hugmyndum. Fyrsta hugmyndi var nú að setja torfkúa inn í miðbæinn og ég var nú ekki hlynntur því en þótt að hann væri flottur annars staðar. En ég held að þetta verkefni hefur ekki að þróast mjög vel og þessi íbúakosning sem lögð var hér fyrir 2018 þá var góð þáttaka. Ég man nú ekki hver þáttakan var í þeirri kosningu en hún fékk mikla athygli og fór ekki framhjá held ég neinum þeim íbúa sem bjó í sveitunum á þeim tíma og niðurstaðan var svo sem afgerandi. En verkefni hefur fengið að þróast mjög vel og sjálfur tók ég þátt í þessum kosningum og var ekki sammála öllu skipulaginu sem nú er í gildi, var ekki sammála þessu miðaldahúsi sem átti að fara inn í garðinn en auðvitað er þessi tillaga sem núna fyrir með deiliskipulagi ekki heldur gallalaus og hún fer náttúrulega inn í garðinn og maður hugsar það en það eru líka kostur og gallar og ég nú líka bara þeir sem standa að Sigtúni þróunarfélagi hafi hannað miðbæinn mjög vel fyrir okkar samfélag og þetta er náttúrulega búið gríðarleg lífstöng fyrir íbúa í sveitarfélaginu okkar og bara íbúa á Suðurlandi og bara alla þá Íslendinga sem hér ferðast og ég eiginlega bara treysti þeim fullvilja hanna og ég myndi nánast bara vilja að þeir myndu taka lengra og taka bara garðinn líka. Ég veit að þeir eru nánast ekki á þeirri skoðun en ég væri til að þeir myndu bara hanna allan garðinn líka og treysti þeim bara fullkomlega þess af því ég held að við eigum bara ekki nánast pening til að fara í þetta núna. Ég vil bara sjá þetta fullhanna og auðvitað er þetta samstarfsverkefni og auðvitað myndu þeir ekki gera neitt með okkur samþykki en þetta er svo og það sem álflögur komur um punktunum finnst mjög áhugaðir og varandi líka 16 ára og eldri myndu fá að kjósa. Ég kannaði það líka alveg á sínum tíma en var líka hugsin út að þetta er rafræn kosning og með rafræn skilríki og þess að hvort við verðum að mismuna
úlingum sem ekki orðin lögráð og jafnvel ekki komið rafræn skilríki þess áttar. Hvort það einhver klemma varandi það, veit það ekki. Það ertu bara að skoða það með lögfræðingum þess áttar. En fyrsta lagi þá held ég líka að við þurfum að passa að þetta fari ekki fram hjá neinum íbúum og fá sem virkast þátt. Varandi þessi 29% þáttöku, ég vona bara innilega að þáttakan verði miklu meiri og verði hvað skýrust og verður bara virkilega spennandi að sjá hvað kemur og vonandi fjölmenna íbúar og við auglýsum vel íbúafundina sem koma og allir íbúar séu vel upplýstur mál en eins og segi, bæði skipulagin hafa kosti og bæði skipulagin hafa galla. Það er bara við að meta. Þakka þér fyrir, Sveinn Ægir. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista við orðið. Forseti, já, við erum hérna að ræða við erum hérna í lið 3 í ræða samkomulag við Sigtún þróunarfélag annan áfanga og viðauka við fyrri samning uppbyggingu í miðbæ Selfoss. Ég vil nú byrja að taka undir allt sem að Sigurjón Vídalín sagði þaðan og það í rauninni í samræmi við það sem ég bókaði á fundinum þegar það var samþykkt að auglýsa deiliskipulagið og ég auðvitað ennþá þeirra skoðunar og eins og Sigurjón lýsti hérna áðan að þetta ekki góð stjórnsýsla eins og hefur verið unnið í þessu máli að ákveða að fara í að auglýsa deiliskipulag þegar liggur ekki fyrir samningur úthlutun á lóð í eigu sveitarfélags. Það á að vera algjör grundvöllur. Slíkt samkomulag liggur ekki fyrir og ég bókaði það í fundagerðinni á febrúarfundinum okkar eða þegar við funduðum í febrúar og ég auðvitað bara fer ekki ofan af þeirri skoðun minni og það á ekki, þetta bara á í öllum tilvikum. Þegar sveitarfélagið er að úthluta lóð í eigu íbúa að það á það sama gilda yfir alla. Mér finnst líka, ég velti fyrir mér finnst svona aðeins flýtir á þessu máli því mér finnst mjög skrítið að ég fara að samþykkja þetta hér í dag, að þetta liggi fyrir fundinum í dag og það liggur samt ekki fyrir afgreiðsla á skipulaginu út úr nefndinni. Og við veitum til dæmis ekkert í hverju athugasemdirnar felast. Af hverju mátti ekki klára þá afgreiðslu áður en að þetta kom til afgreiðslu hér í dag? Við erum að funda tvisvar í mánuði, það er nógu tími. Ég átta mig ekki alveg á því. Mér finnst það svolítið sérstakt að það sé ekki bara afgreiða deiliskipulag út úr nefndinni og athugasemdirnar. Ég hefði viljað sjá það afgreitt á undan þessu. Mér finnst þetta ekki rétt röð. Ég til dæmis hef ekki hugmynd hvað þessar athugasemdir innibera og mér finnst til dæmis að íbúar eigi að vera upplýstir þær. Af því það er mikilvægt gagn í málinu þegar þú ert að taka ákvörðun. Svo minn ég á það að það er til skipulag af miðbæjargarðinum sem var unnið hérna í mjög lýðræðislegu ferli og auðvitað kostaði það sveitarfélagið. Við höfum lagt út í kostnað við hönnun garðsins sem það er ekkert mjög gamalt skipulag. Og þannig að byrjun á 2018 þá var farið í lýðræðislegt ferli hönnun á garðinum og ég er algjörlega ósammála frænda mínum Sveini Ægi að við erum ekki að fara að afhenda einkaaðila hönnun á mikilvægu útivistarsvæði sem í almenningseigu. Sko, það er okkar að skilgreina þarfir íbúa og hvað við viljum sjá í þeim garði. Það er ekki einkaaðila. Það kem ég ekki til með að samþykkja. Einkaaðilar gera margt mjög gott og það er margt hefur tekist með ágætum í skipulagi miðbæjarins en við verðum alltaf að meðhöndla alla eins. Það er algjört skilyrði. Og ég meina þegar að sum fyrirtæki hafa þurft að borga 300 milljónir nýlega fyrir lóð í eigu sveitarfélagsins á meðan aðrir þurfa ekki að borga. Sko það verður að hugsa jafnræði. Það er algjört lykilatriði.
Þannig að ég er ekki sátt að við séum að afgreiða þetta hérna í dag áður en að skipulagsnefnd birtir athugasemdir sem hafa borist og að fólk geti kynnt sér þær og ég hefði viljað að við byðum með þetta í hérna fram á næsta bæjarstjórnarfundi. Ég átta mig ekki alveg á af hverju við þurfum að flýta þessu svona. Ha? Já, en allavega þá hérna þá er það jákvætt. Af því að ég hefði viljað sjá þessar athugasemdir og það allt saman. En annars fagna ég auðvitað bara allri umræðum sem þetta og það þarf auðvitað að fara fram upplýst umræða svo að fólk geti tekið afstöðu fyrir þessa ráðleggjandi kosningu sem að stendur til að fara í. Og ég tek undir meðan til að álfæður breytingu á spurningunni til mikilla bóta. Takk. Takk fyrir Arna. Þá er Bragi Bjarnason, D-lista beðum orðin. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, góð umræða og gott að bara allir séu að velta þessu hluti fyrir sig. Það er mikilvægt að allar upplýsingar liggja á borðinu. Svona rétt til þess að taka því, við erum akkurat að leggja þetta upp hérna til þess að fresta afgreiðslunni af því að við erum að taka þetta fyrir í skipulagsnefndinni á miðvikudaginn. Þannig að það er í rauninni verið að upphafsmálgreininu var að við leggjum til frestun en vildum leggja í rauninni drögin fram með þessu að því að samkomulega og tillagan hangir alltaf saman því það er náttúrulega verið að taka á þessari úthlutun, vilyrðinu og öðru því þannig að þetta hangir náttúrulega saman. Þannig að skipulagsnefnd tekur þetta fyrir og bæjarfulltrúar hafa náttúrulega aðgang að fundargerðum skipulagsnefndar frá því síðast þannig að öll gögn eru þar en áður en að íbúakönnunin hefst á fimmtudaginn þá náttúrulega verða öll gögn settin á heimasíðuna þar á meðal deiliskipulags uppdrátturinn og allt sem hefur komið fram og fundargerð náttúrulega skipulags og byggingarnefndar kemur á netið sama dag þannig að það er mun að öll gögn liggja upp að þannig íbúar geti kynnt sér þau fyrir íbúakönnuna. Þannig að það sé allt saman og ég er algjörlega sammála svo sem fólk er akkurat sinna skoðun að við erum með þarna garðin undir og sveitarfélagið er að koma að hönnun á honum, þannig hefur landið líka og þess vegna erum við viljum við vinna þetta saman til þess að þessi tenging sé sem best og það bara skoðir henni svo hönnun sem er til, hvað getur hún nýskerað að aðlaga hana þá að þessu eða hvað það er bara verkefni sem það er að vinna hana áfram í rauninni, því að það er ekki ennþá búið að samþykkja í rauninni til henni, við erum ennþá að vinna með deiliskipulag sem var samþykkt 2018, það er ennþá í gildi, þannig að svo sjáum við hver afgreiðslan verður á þessu til varandi mjög sammála alls ekki gott ef spurningin á leiðandann, ég held að það sé mjög góð tillaga sem kemur frá Álfheiði hvernig við getum umorðað spurninguna. Það var rætt í samráðshópnum að fara niður í, hvort það ætti að fara niður í 16 ára. Okkur var ráðlagt í rauninni af því þetta væri ráðlagt að væri að fara að gera það ekki því að þá væri það vantar eins og lögfræðingur sögðu alvöru lagaramma hvernig það er í rauninni framkvæmt þannig að væri fyrst í samþykki forráðamanns til þess að seðalík gæti tekið þátt þannig að við myndum miða bara við og það kom líka þá hluta þessar umræðu hvernig var þetta 2018? Já, það var 18 ára eldri sem voru þá, já, höfum við þetta eins þá núna. Það var svona partur af umræðinni sem varð í rauninni til þannig að það væri miðað við bara sömu forsendur og voru þarna 2018 þó þetta væri íbúakönnun að þá væri það 18 ára eldri og miðað við afmælisdag. Það var svona umræðan og niðurstaðan út frá þeim forsendum. Annað held ég hafi komið fram í þessu öllu saman en auðvitað er kannski gott ekki að taka það fram að því að það var nefnt út, auðvitað eru gjöld greidd, gatnagerðargjöld og annað sem held að vera vísa til þess að 300 þar sem stórt fyrirtæki keypti lóð hérna og borgaði gatnagerðargjöld upp á 300 milljónir. Síðan eru það þessi samningar sem eru gerðir og þetta samkomulag sem er vísa til frá 2017 þar sem að aðilar framkvæma sjálfur gatnagerðina. Þá eru þessi gjöld felld niður. Þannig að það eru náttúrulega þetta farið í báðar átti hvort sem það eru samningur miðbæni eða enga hverfi sem þar hefur verið samið í þá áttirunni að gatnagerðargjöld meðal annars falli niður af því að viðkomandi framkvæmdaaðili framkvæmir gatnagerðina. Og í þessu tilfelli þá fyrir miðbæ það sem við verið að gera þarna torg og götur sem síðan fylgja bara með þegar þessu er afsala aftur til sveitarfélagsins. En já, við erum að tökum nú fyrir einhverja breytingartillögur vantilega þetta síðan núna á eftir. Herðu, takk hérna. Þakka fyrir Bragi, Álfheiður Einarsdóttir á lista.
Beðum orðið. Forseti. Ef að skildi kollega minn Braga Bjarnason rétt, að þá var meiningin að leggja þetta mál til kynningar á fundinum en ekki afgreiðslu. En þetta er sett inn á fundin sem afgreiðslumál. Þannig að ég skil ekki alveg þá og þess þá heldur ef við frestum málinu núna en það ætla að taka þetta fyrir skipulagsnefndinni og hefja könnun á 5. þá er ég enn óhressari. Ég tel að bæjarstjórn þurfi að samþykkja íbúakosningu. Varðandi 16 ára aldurstakmarkið, þá eru flesti krakkar sem eru komnir með debetkort og farnir að athafna sig í efnahagslífinu og ýmsu öðru. Langflest komin með rafræn skilríki og þú þarft ekki að vera orðin 18 ára eða 20 ára til þess. Þú þarft ekki að vera fjárráða. Þú bara fara með forráðamanni í bankann til þess að fá skilríkin. Þannig að það er ekki hindrun og ef við ætlum að hafa þetta allt nákvæmlega eins og 2018 þá yrði þetta pappírskosning. Alvöru pappírskosning. Þannig að við skulum ekki alveg vera að bera saman, þurfum ekki að gera þetta nákvæmlega eins og 2018. Ég er mjög spennt fyrir rafrænni kosningu, hvernig það kemur út og vonast eftir sem bestri þáttökur. En mér finnst það skrítið að mál sem er lagt fram til kynningar sé á dagskránni og mér sem afgreiðslumál og ef að þetta bara lagt til kynningar og við kjósum ekki þetta hér og þetta verður tekið fyrir í skipulagsnefnd á miðvikudaginn en að íbúakosningin sjálf farið af stað strax á 5. þá er ég bara mjög ósátt og ég held að það sé bara ekki rétt samkvæmt stjórnsýslureglum. Takk. Þakka þér fyrir, Álfheiður. Mér sýnist nú ljóst að við munum gera hér á eftir örlítið fundarhlé til þess að rétt að ráða ráðum okkar framhald málsins en Sigurjón Vídalín Guðmundsson næstlist það beðum orðið. Herra forseti, bara örsnögt. Ég fór einmitt að hugsa varðandi þessa spurningu. Við erum með 2 valmöguleika, samþykkur eða andvígur, en þyrfti að vera hlutlaus eða, þú veist, alveg sama. Ég meina, er það ekki alveg eitthvað sem að mætti vera að hafa líka? Það er eflaust einhverjum bara alveg sama og vilja geta komið því á framfæri. Þannig að, já, það er kannski bara að leggja til að við hugsa að bætum þá þeim 3. valkosti við. Takk. Þakka þér fyrir, Sigurjón. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, D-lista. Beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarréttar og aðrir tilheyrendur. Mjög góðar umræður. Ég er sammála því, væntanlega þyrfti að vera svolítið magnað alltaf með það að það er alltaf einhverjir sem að verða samt að segja það sé alveg sama og það er bara gott og vel. Ég langar aðeins að svara varðandi ég finn ekki póstinn varðandi íbúakosninguna eða íbúakönnunina 16 til 18 ára. Finn alls ekki neitt það en ég fór bara að hugsa varðandi 16 til 18 ára til dæmis varðandi náttúrulega þegar kemur allan þessum fjárhags eins og bara það fá sér lífeyrispartnað, viðbótarspartnað, þá þarf alltaf foreldrar að veita samþykki til þess að þú fáir að gera þessa hluti. Og ég man ekki alveg hvernig það var. Þetta kom allavega mikið búið að ræða þetta fram og tilbaka. Það var fallið frá því að þetta væri á þungt í vöfum, en ég þarf að finna það og senda það fram. Já, ég fann hana. En varðandi síðan eins og bara miðbæinn og verkefnið og það að þá auðvitað fagna ég því og segja eins og Sveinn að nefndin hefur unnið mjög gott starf og ég tilheyri nú þessum hópi en hef ekki haft tök á að mæta fyrir síðast og þá er þetta nú komið svona loka metrana en ég fagna því við séum komin hingað
vegna þess að það tekur, auðvitað þurfa að vanda til verka og allt slíkt og við erum sem betur fer alltaf frekar að slípa hlutina til og gera þá betri og eins og núna er ég sammála því sem kom með spurninguna og gott og vel að breyta því, en ég fagna því að sé verið að fara af stað að halda áfram með verkefnið og hlakka til þegar það verður búið og þegar við förum í það að klára garðinn og getum þá mögulega farið eitthvað að rífast um það, en ég hlakka til þegar það verður af því að ég vil fá taka þátt í því, en ég fagna vinnunni og þakka ykkur fyrir þið sem eru búin að vera í hópnum því að það er búið að funda mikið og vinna gott starf og ég held við séum öll sammála það við viljum verkefnið áfram, en ég er algjörlega sammála því sem bæjarfulltrúi Arnar sagði áðan að megum ekki gleyma því að það er deiluskipulag í gildi sem að okkur fannst alls konar eins og kom fram áðan og við erum öll mjög þakklátt fyrir miðbæinn eins og hann er í dag. Ég held að við séum öll búin að fara að njóta hans og fáum allstaðar hrós þennan miðbæ og hann hefur gert heilmikið fyrir sveitafélagið og ótrúlega mikið meira heldur en að ég hefði þórað að halda fram þegar það var að fara að stað með hann. Þannig að ég fagna því að við getum haldið áfram með verkefnið því að en á sama tíma tel ég allt sem undan er gengið hefur verið þörf á því að ræða þetta fram og tilbaka og þörf á því að við ræðum þetta hér og mjög gott og gagnlegt það sem kemur fram og þá verður hlutinni bara ennþá betri. Þannig að bara ánægð með þessar umræður og en vona að við komum sem fyrsta stað með verkefni. Takk. Þakka fyrir Fjóla. Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka til starfa hér eitt augnablik. Brynhildur Jónsdóttir. Já, takk fyrir það. Við erum að ræða lið 3, það er miðbær Selfoss, breytingar á deiluskipulagi 2022 og Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að ræða hér miðbæinn og breytingar hér á því skipulagi sem er í gildi. Umræðurnar góðar og farið yfir margt hér. Það verður þetta náttúrulega, ef við horfum aðeins tilbaka þá var það nú þannig að það var tekist á úthlutunarformið á þeim lóðum sem þarna voru sem vildu auglýsa það og bjóða þær þeim sem vildu fá lóðirnar í miðbænum og það var ekki samkomulag þá leið á sínu tíma og það er auðvitað meðal annars vegna þess að þetta er málið svolítið öðruvísi vaxið. Það er öðruvísi vaxið að því leytinu til miðbærinn að svona heilt skipulag eins og þarna var í boði eða það var að bjóða þetta út til kannski 10, 15, 20 mismunandi aðila þá hefðu ekki fengið þetta sama heildstæða miðbæinn þó við hefðum haft útlínurnar alveg skýrar. Ég held að það hefði tekist út af fyrir sig þó við hefum tekist á þetta á sínu tíma og tekist á endanum ljómandi vel til og þó að rýmisgreind mín sé nú ekki góð og ekki enda tækni menntaður á þessu sviði, þá átti ég hins vegar alltaf erfitt með að skilja það að þarna gætu nú bara einfaldlega öll þessi hús komist fyrir á þessum miðbæjarreit, en það reynist nú vera ágætt líka. Nú, það er auðvitað líka ólíku saman í jafna því að hér hafa bæjarfulltrúar auðvitað minnst á það að aðili í þessu tilviki Sit- og þróunarfélagi búið að skipuleggja ákveðin hluta á lóðum sem þeir ekki eiga. Það er auðvitað þá þeirra ábyrgð ef við myndum þá ekki samþykkja að veita þeim eða úthluta þeim þessum lóðum, þessum viðbóta lóðum. En ég verð að segja það fyrir mig persónlega að mér þykir nú ákaflega vænt þetta miðsvæði sem að Sigtúnsgarður er kallaður og finnst svona vera selst mun lengra en ég hefði sjálfur kosið. Ég segi bara mína skoðun á því og það er auðvitað, við talum bara svona mál sem kannski flestir skilja að
samkomu skálin okkar þar sem við komum saman á stærri viðburðum og höfum gert á umliðnum árum, að það er svona þrengt talsvert að henni að mínu mati og mér finnst svona, já, það er allavega mín skoðun að mér finnst vera full mikið þrengt að henni. Hins vegar má segja að þessar breytingar á forsendu núna að sýningarhúsið sem að Miðaldakirkjan og Skálholti átti að vera, hún var auðvitað náttúrulega svolítið mikið stór en hún var mjög falleg á margan hátt og það hefði verið ábyggilega mjög vel heppnað fyrirbrigði þegar upp hefði verið komið. En svo er auðvitað ákveðin klókindi í skipuleggjendum núna, þeir höfða til gamalla tilfinninga hér. Ég í það minnsta innfætra og margra annarra að setja þarna Selfossbíó alveg á jaðarinn og auðvitað er það draumkennd sýn að fá Selfossbíó aftur þarna sem rifið var í febrúar 1986 með tárin í augunum. Eitt af því eru ákveðin klókindi vil ég meina í framsetningu á skipulagi. En gott og vel, ég vildi bara segja mína skoðun á því að mér finnst vera helst til langt seilst. Og þá er allavega það komið fram. Nú, svo varandi 16 ára aldurstakmark, mér finnst það líka mjög spennandi. Þetta er auðvitað náttúrulega okkar framtíða fólk og allt það. Og við treystuðum fyrir mjög mörgum hlutum, keyra bíla og annað á milli 16 og 18 og ýmislegt, en ég veit ekki hvernig lagalega hliðin er í því, eins og til dæmis mega þau taka þátt í prófkjörum hjá stjórnmálaflokkum til dæmis, 16 ára, sem eru félagsbundnir í félagi ungra hjá stjórnmálaflokkunum og ég held að þau eru ekki neitt formlegt samþykki frá foreldrum þess að fá að labba þar inn og taka þátt, ég held ekki. Þannig að það er svo sem þetta væri spennandi en það kann að vera að það sé illframkvæmanlegt eins og hér hefur verið lýst og ég bara, svo segir, þekki það ekki. Og síðan varðandi það sem Sigurjón nefndi varðandi að hafa þriðja liðin í spurningunni í kosningunni eða könnuninni á meðal íbúa, hlutlaus. Merkilegt nokk að þá auðvitað mun það hvorki þýða að þú sért með eða móti en þú ert hlutlaus. Og það kann að vera að það sé fullt af fólki þar. En ég hygg að 80% af því fólki sem myndi lýsa sig hlutlaust væri svona kannski almennt samþykkt. Og þar með, nú er ég bara fílsófæra, að ég veit vel að fólki sem er alveg tilbúið hlind miðbænum og allt það, en það er svona alveg hlutlaust og í allir afstöður hlutlaust. En það er í grunninn kannski samþykkt í að fá miðbæinn og ég stekkar meira á allt þetta. Þar með, þetta er bara svona, ég er bara velta vöngum og þar með myndir náttúrulega, en sá sem er með mikla skoðanir og er kannski andvígur, segjum það, að þá kýs hann ekki hlutlaust, hann kýs nei. Þannig að ég er bara svona veltaði fyrir mig að þetta er hins vegar ágætis punktur hjá Sigurjóni en ég ætla ekki að lengja þetta frekar, ég tek svo sjaldandi mál sem almennum bæjarfulltrúi þannig að ég ákvað að hafa þetta svolítið teygt og loðið en ég vildi bara segja það að mín skoðun er skýr í þessu, hún hefur verið það í öllu þessu ferli núna að mér finnst heldur langt seilst inn í siðferðskap. Já, takk fyrir þetta, Kjartan. Kjartan tekur þá aftur til starfa sem forseti bæjarstjórnar. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir aflýsingur að Brynhildur og það hefur eitt kveðið sér hljóðs í viðbót undir þessum lið áður við tökum aðstöð fund af hlé. Arnar Freyr Ólafsson, B-lista. Já, virðulegur forseti og svona örstutt úr því að þetta er að taka svona örstuttan tíma að þetta hlutleysi það er líka hægt að skilja auður sko. Það er svona, þú veist, það er án þess að haka í sitt hvort sko og þannig að ég bara segja að hlutleysi er bara hlutleysi. Það er ekkert í hugum eins að túlka huga annara ef hann segist vera hlutlaus, þá er hann hlutlaus. Ég til dæmis var einu sinni alveg hlutlaus. Ég bjó niður á Eyrarbakka og sagði, heyrðu, ég er bara hlutlaus í þessu máli. Þetta er minn heimabær var Eyrarbakki og þá varðaði sá bær mig mun meira heldur en Selfoss. Trúið í nokk, en þannig var það nú einu sinni, en núna þarf ég að taka afstöðu í þessu máli og það er bara fínt. En ég bara árétta það að það er hægt að skila auðu og það er líka hægt að setja þriðja valkostin
og það er bara í bestum. Segir Arnar Freyr Ólafsson frá Stað á Selfossi. Takk fyrir Arnar. Arna Ýr Gunnarsdóttir. SST. Forseti. Já, þetta er, ég verði eiginlega aðeins að koma hérna upp undir eftir að bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson kom hérna upp. Ég velti svona aðeins fyrir mér hvað svona, hvort að, sko, hvert ætlar fólk með svona afstöðu, þú veist, ég meina eins og það er alveg augljóst og ég veit alveg að Kjartan er samkvæmur sjálfur sér í málflutningi, ég meina hann hefur staðið með garðinum og hefur gert það alltaf, lengi vel og bara alla tíð og haft áhyggjur af því að það sé seilstof langt inn í garðin. Ég velti fyrir mér, þú veist, hvert var markmiðið eins og með þú veist, þessum skilaboðum eða þessu tali. Maður verður náttúrulega að koma athugasemdum á framfæri og mótmæla því þá að maður sé ekki sáttur við að skipulagið sé með þeim hætti sem það er í þessu breytta skipulagi, því þetta er auðvitað, það er í gildi skipulag, en þarna er verið að seilast of langt inn í garðinn, að mati Kjartans, bæjarfulltrúa Kjartans, þannig að ég er svona, já, ég velti svolítið fyrir mér, hvert erum við að fara með þetta og hvert er Kjartan að fara með þetta, en en það er náttúrulega óbærslega mikilvægt að fólk sjáu og átti sig á hvað er verið að gera með þessu nýja skipulagi. Því það er dálítið mikil breyting og eins í samkomulaginu, það er töluverð breyting að bæjarfulltrúi Bragi talaði áðan að það væri ekki verið að borga gatnagerðgjöld því að þeir ætla að borga gatnagerðina sjálf og torg og annað þvílíkt. En svo er verið að tala það samt í viðaukanum, þar er annar tón, þar er talað að sveitarfélagið að koma að þarna ákveðnum kostnaði eins og við þessa göngugötu og við þessar breytingar á Sigtúnsgarðinum sem við eigum núna að greidda hönnun fyrir en þeir vilja augljóslega að henni verði breytt og það þýðir kostnaður fyrir sveitarfélagið. Þannig að þetta er ekki bara það er að koma til auka kostnaður við þessar breytingar. Þannig að það er ekki, þeir ætla ekki að standa straum af öllum kostnaði. Það er skýrt í í viðaukunum, í nýja samkomulaginu. Bara svo við áttum okkur á því. Þannig að já, mér langaði bara aðeins að koma þessa vangaveltur. Takk. Já, þakkaði fyrir Arna og Bragi Bjarnason D-lista. Tekur síðastu til máls að við tökum hér örstutt fundarhlé. Fyrir forseti bæjarfulltrúar og aðra tilheyrendur, já, áfram mjög góðar umræður og gott að hver lýsi sinni skoðun því að við þurfum auðvitað að fylgja okkar sannfæringu síðan þegar við kjósum. Það er alveg ljóst einmitt, þetta er lagt fram sem afgreiðslumál en í tillögunni eins og kom fram þetta þá er lagt til að því verði frestað akkurat til þess að skipulagsnefnd geti tekið máli fyrir, við getum farið í þessa ráðgefandi íbúakönnun og svo fær bæjarstjórn bæði afgreiðslu skipulagsnefndar og endanlega samkomulag til formlegar afgreiðslu í byrjun júní þegar niðurstaða íbúakönnunar liggur fyrir. Það er ósað gott að það sé alveg skýrt að við erum að ræða íbúakönnun og eins og tillagan sem kom þetta fram með að fara niður í 16 ára að þá höfum við í rauninni allar heimildir til þess að geta gert það af því að þetta snerist ekkert í rauninni rafræðinskilríkin. Það snerist þess að vangaveltur erum við að fylgja forminu síðan 2018 og þyrftu mögulega foreldrar að samþykkja að barni 16 ára fengi að taka þátt í þessu. En það þarf í rauninni ekki því að 16 ára mega að taka þátt í prófkjörum ef það er í reglum flokksins þannig, eða þess sem tekur þátt, bara svona því að vísa í það hérna. Þannig að sveitarfélagi við getum alveg ákveðið það að 16 ára eldri með við afmælisdag eða ár geti tekið þátt í þessari könnun eins og við erum í rauninni að spyrja álits sem hefur í rauninni ekkert lagalegt gildi. Heldur er það eins og ég lýsti hérna í upphafi sem tilfinning hvers bæjarfulltrúa hvernig hann ætlar að túlka þá niðurstöðu við formlega afgreiðslu í júní.
Varandi með þarna kostnaðarliðina sem að vera að vísi að það er alveg hárrétt að þessi hópur hann á akkurat að leggja til hönnun hver kostnaður væri að því að sveitarfélagi vill akkurat halda sig, eða semst leggjum það til að við höldum í rauninni skipulagsvaldinu algjörlega og þá framkvæmdahúsnæði við Sigtúnsgarðinn og hvaða breytingar sem það eru, það er bara ekkert bókað. Við eigum þetta gildandi hönnun og breytist hún eitthvað, það er bara eitthvað sem við þurfum að ákveða í framhaldinu. En komum þetta saman af þessum svo samskeytum, hvernig göngugatan er og í rauninni viðburðarskálinn, þar sem í rauninni þessi aðilar koma í rauninni að hluta framkvæmdum í garðinum vegna þess að það svæði er ekki hluta af skipulagssvæðinu en þessir aðilar koma og borga hluta þeim kostnað líka, þannig að við erum í rauninni að horfa á þessa línu þar sem samspil Sigtúnsgarðs og miðbæjarins kemur saman að það sé samvinnuverkefni og þar alveg að koma þessir aðilar með hérna borga hluta kostnaði sem hefði annars lent á sveitarfélaginu, þannig að það er unnið saman þar, þannig að það ætti að koma hvort sem það kemur út á nákvæmlega 0, ég ætla ekki að fara að leggja eða fara en þetta þarna viljum við að þessi samskipti séu sem best gerð og báðir aðilar komið að því. Já, ég held að það sé búin að koma öllu fram en hefðist á forseta að vera síðan fundarhlé. Takk fyrir. Já, þakka þér fyrir Bragi. Þá gerum við 5 mínútna fundarhlé og 5-10 mínútur eftir atvikum og förum hér aðeins yfir þetta mál okkar í millum hér bæjarfulltrúar og koma svo inn aftur eftir 5-10 mínútur.
bara. Jæja, þá fundarhlénu lokið og við erum hér ennþá að ræða þriðja lið á dagskrá fundarins sem miðbær Selfoss, breyting á deiliskipulagi og það eru búin að taka hér, eða koma hér og halda ræðu það búið að halda 15 ræður hér þetta og við erum búin að fara yfir þetta vítt og breytt og þá það fyrst þannig að væri ekki fleiri sem vilja tjá sig málið hér eftir fundarhlið að þá göngum við til atkvæða og fyrsta tillagan að eins og segir hér í frumdrögunum fyrir fundurinn liggja drög að samkomulagi sveitarfélagsins við Sigtún þróunarfélag áframhaldandi uppbyggingu annars áfanga miðbæjar Selfoss. Samhliða framlagningu gagnanna lögð til frestun og afgreiðslu málsins fram til 7. júní næstkomandi og áður en samkomulag og breytt deiliskipulag sem tekið verður til afgreiðslu í skipulagsnefnd 17. maí næstkomandi fái frekari afgreiðslu bæjarstjórnar verði málinu vísað í íbúasamráð. Það ráðgefandi könnun og afstöðu íbúa til frekari uppbygginga miðbæjarins í samræmi við fyrirliggjandi tillögur. Könnunum verði framkvæmd á tímabilinu 18. til 25. maí næstkomandi og verði framkvæmd í gegnum vefsvæðið Betri Árborg. Þáttakendur íbúasamráðinu íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu 18 ára og eldri. Hver þáttakandi hefur eitt atkvæði og þarf að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum til að geta tekið þátt í könnuninni. Þurfi þáttakendur aðstoð við að taka þátt í könnun verði aðstoð veitt í þjónustu við Árborgar sem staðsett á fyrstu hæð í Ráðhúsinu á Austurvegi 2 Selfossi. Íbúar munu geta nálgast upplýsingar íbúakönnuna, deiliskipulagstillöguna og samkomulagið á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Svo farið hér yfir orðalagi í könnunni eins og hún liggur fyrir fundinum. Ertu hlynntur breytingatillögu varðar uppbyggingu miðbæ Selfoss í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi við sveitarfélagi Árborg og tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Þá tek ég fyrir hér fyrir fundinum tillögu að fresta málinu til 7. júní næstkomandi þegar að bæjarstjórnarfundur fer fram. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá eru hér 2 breytingatillögur frá Álfheiði Einarsdóttur álista. Fyrir breytingatillagan svohljóðandi orðalag spurningar könnunarinnar verði með eftirfarandi hætti. Hver afstaða þín til breytingatillögu varðar uppbyggingu á miðbæ Selfoss í samræmi við fyrirliggjandi drög að samkomulagi við sveitarfélagi Árborg og tillögu að breytingu á deiliskipulagi. Svarmöguleikar yrðu því hlynntur, andvígur og hlutlaus. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingatillögu Álfheiðar vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Seinni breytingatillaga Álfheiðar Einarsdóttur aldurstakmörk í kosningunni hafa þar aldurstakmörkin fyrir þáttökunni 16 ára í stað 18 ára. Og samkvæmt lauslegri túlkun hér sem verður þá væntanlega kynnt frekar síðar það að sá sem að verður orðinn 16 ára á því tímabili sem könnunin fer fram hafi þá kjörgengi í þessari könnun. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá þetta mál afgreitt og við förum því næst í 4. mál á dagskrá fundarins sem skipuritsbreytingar 2023. Bæjarstjóri í samvinnu við bæjarritara, sviðsstjóra fjármálasviðs og mannauðsstjóra upplýsir skipulagsbreytingu snerta stjórnsýslu, fjármála og mannauðsdeild. Hér heilmikið fylgigagn þar með og ég reikna með að Fjóla Steindóra Kristinsdóttir délistag fylgi því hér úr hlaði. Enda fylgigagnið undirritað af henni. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir tilheyrendur. Já, ég kannski bara les hérna með leyfi forseta minnisblað sem hljóðar var svona. Í tengslu við ráðgjöf sem sveitarfélag hefur nú notið síðustu mánuða frá KPMG hefur stjórnsýsla sveitarfélags verið rýnd í því skyni að leita leiða til að auka skilvirkni og hagkvæmni í rekstri.
Einn þeirra sviðsmynda sem af þeirri vinnu hefur sprottið er sú að lagt er mat á þá hvort að sameining stoðsviða sveitarfélags yrði til þess fallin að auka skilvirkni og yfirsýn. Í ljósi þess að nú hefur sviðsstjóri fjármálasviðs fjármálastjóri sagt upp störfum auk annarra tveggja sérfræðinga á fjármálasviði teljum við að færi skapist á að gera tiltekna breytingar og ná fram hagræðingu í tengslu við náttúrulega starfsmannaveltu. Vegna þessara breytinga á fjármálasviði og með vísan í sviðsmyndir ráðgjafa frá KPMG er lögð fram tillaga breytingu á skipuriti sveitarfélagsins þess efnist að fjármálasviði renni saman við núverandi stjórnsýslusvið og að mynda verði sameiginlegt fjármála- og stjórnsýslusvið sem bæjarritari stýrir. Verður núverandi fjármálasvið þannig fjármáladeild og verður staða sviðsstjóra fjármálasviðs lögð niður. Samhliða þessari breytingu verður mannauðs- og launadeild einnig færð undir fjármála- og stjórnsýslusvið en hún heyrði áður beint undir bæjarstjóra. Með þessari breytingu verður öll stoðþjónusta sveitarfélagsins þvert og deildir og stofnanir sameinuð undir einu sviði. Af því ætti bæði að nást fram aukin skilvirkni og samræðing sem og hagræðing sem verður fólgin í því að stöðugildum á núverandi fjármálasviði mun fækka 2 og sviðsstjórum sveitarfélagsins fækka 1. Staða fjármálastjóra á sameinuðu sviði verður auglýst. Lagt er til að breyting þessi taki gildi þann 1. ágúst næstkomandi að undangengnum nauðsynlegum breytingum á samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar. Fram að gildistöku munu bæjarstjóri og bæjarritari vinna að nánari útfærslu á breytingunni. Takk fyrir. Þakka fyrir Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Fjórða mál á dagskrá bæjarstjórnar Árborgar skipuritsbreytingar 2023. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 5. mál á dagskrá fundarins. Það er síðari umræða ársreikning ársins 2022. Og þar mun Fjóla Steindóra Kristinsdóttir délist að hafa beðið orðið og ég gef henni orðið hér með. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari, aðrir tilheyrendur. Við erum hér undir liðnum seinni umræða ársreikning. Meðfylgjandi er ársreikning 2022 er leiðrétting og einni skýringu. Við fengum nú öll póst í dag varðandi það frá fjármálastjóranum okkar og ég kannski bara les það fyrir okkur hérna. En meðfylgjandi er ársreikningur 2022 með leiðréttingu og einni skýringu er að ræða upphæð er að varða jafnvægisreglu árið 2022 A hluta og A og B hluta. En er að ræða lækkun á fjármagnsgjöldum vegna meðhöndlunar á afföllum á skuldabréfaútgáfu árið 2022. Eigið fé hækkar sem þessu nemur og skuldir við lánastofnunir lækka. Annað breytist ekki. Þetta eru nettóbreytingu på 285,9 milljónir þar sem innleyst áföll fyrir árið 2022 er ekki nema 38 milljónir. Í fyrri umræðu voru afföllin gjaldfærð öll í staðin fyrir að vera gjaldfærð á líftíma skuldabréfana. Ég er svona, þið erum náttúrulega öll búin að fá ársreikningin, þannig ég er svo sem ætla ekkert að fara frekar út í aðra þætti en það fari við þessa leiðréttingu sem að liggur í þess að við höfum í rauninni, þetta verður ekki gerst áður, sem sagt að við fáum minna í rauninni fyrir að þeir gjaldfærðu í rauninni á þetta ár, það sem í rauninni þarf að gjaldfærast á líftíma skuldabréfana, að því við erum alltaf inn í sama flokk skuldabréfa, þannig að en þetta svo sem já, er okkur í hag, maður getur sagt það svoleiðis, en annað er ekki að breytast á milli umræðna. Takk fyrir Fjóla. Fleiri sem vilja tjá sig ársreikningin 2022 hér í síðari umræðu. Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista, við beðum orðið. Já, forseti. Við erum hérna að
í annari umræðu ásetning sveitafélagsins. Það er nú svo sem ég hugsa nú að fjármál sveitafélags Árborgar sé mest umræddu fjármál sveitafélag á Íslandi á svona það sem af er ári. Og það hefur auðvitað verið birt í fjölmiðlum. Niðurstaða ársreikningsins, hún var birt eftir fyrri umræðum í fjölmiðlum, þannig að hún er nú öllum ljós og það er auðvitað, staðan er auðvitað ekki góð og staðan var þrátt fyrir að fjárhagsáætlun ársins 2022 hafi verið í rauninni með halla, það hafi verið skilað með halla, þá var hallin enn meiri af því að fjármagnsliðirnir auðvitað sprungu í andlitið á okkur eins og öðrum og það er auðvitað þannig að svo sem marg komið fram að við erum auðvitað að eiga við gríðarlega hratt vaxandi sveitafélag sem gerir kröfur á okkur miklar innviða fjárfestingar og íbúðum hefur fjölgað meir en 27% á einhverjum 6 árum og það er auðvitað eðlilega miklu vaxtarverkir í slíku samfélagi og það þarf auðvitað að byggja leikskóla og grunnskóla með tilheyrandi fjölgun starfsmanna. Svo er eitt sem að því að það hefur nú sums staðar verið talað að fjölgun starfsmanna hafi verið umfram hafi rauninni verið svona umfram íbúafjölgun eða hvernig maður orðar þetta, en þá er eins og varðandi það, þá er alveg gríðarlega erfitt að bera saman á milli sveitafélaga starfsmannafjölda, af því að þráttur að við séum ekki með sérstaklega samninga að vera leiðandi sveitafélag, þá erum við það nú samt sem áður og mér finnst mikilvægt að komi fram að í sveitafélaginu Árborg eru mjög margir starfsmenn sem eru að sinna íbúum annarra sveitafélaga. Við erum með til dæmis, við erum með stóran vendaðan vinnustað þar sem að meðal annars starfa margir fatlaðir starfsmenn sem koma úr öðrum sveitafélögum en okkar, en starfsmenninni þar eru starfsmenn sveitafélagsins Árborgar. Við erum með skammtímavistun sem að þjónar eiginlega öllu Suðurlandi. Við erum með 2 dagdvalir sem að þjóna líka sveitafélögunum í kring. Við erum með sérdeild sem þar sem eru börn úr öðrum sveitafélögum og allt starfsfólkið og þetta eru mannfrek störf og allt starfsfólkið sem þarna starfar eru þetta starfsfólk sveitafélagsins Árborgar. Þannig að það er ekki alltaf alveg marktækt þegar að vera að bera saman starfsmannafjölda í svona hefðbundnu sveitafélagi þar sem þú ert ekki að þjónusta nágrannasveitafélögin með mjög fjölbreytta þjónustu. Þannig að það væri nú til dæmis áhugavert, við getum nánast tekið þetta saman. Hvað eru margir starfsmenn sem eru í sinna íbúum annarra sveitafélaga. Mér fannst bara að mikilvægt að koma inn á þetta því að það er ekkert alltaf auðvelt að bera þetta saman. Þó að sé tekið saman eins og í Árborg sveitafélaga, þá er verið að bera saman hlutfall launakostnaðar af útgjöldum og með við tekjur og allt það. Þannig að þetta er erfiður samanburður og ekki alltaf sanngjarnt. Og svo er auðvitað þannig að sum sveitafélög eru að útvista þjónustu eins og sumir eru með útvistun á leikskóla til dæmis. Það eru einkaaðilar að reka leikskóla eða jafnvel grunnskóla eða aðra lögbundna þjónustu sveitafélaga og þá teljast þeir starfsmenn ekki starfsmenn sveitafélagsins. Þannig að það er alveg mjög mikilvægt að horfa í þetta þegar er verið að tala þennan kostnað. En já, annað var það nú ekki. Takk. Þakka fyrir Arna Bragi Bjarnason, D-lista, morðið.
forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum að ræða hérna ársreikning Sveitarfélags Árborgar fyrir 22, seinni umræða. Tóku nú ágætis umræða í fyrir og ætla ekki að fara að bæta við það og tek undir mannstæði. Það má segja þessi jákvætt auðvitað, þótt að hallin sé mikill og hann endurspeglar auðvitað bara það verkefni sem við erum búin að vera í og alveg hárrétt, sennilega eru fjármál Sveitarfélags Árborgar búin að vera hvað mest í umræðinni á það sem af þessu ári og kannski ekkert skrítið en þarna ég held að niðurstaðan endurspegli bara nákvæmlega það verkefni sem þessi bæjarstjórn er að vinna að og mun þurfa að vinna að áfram. Bæði þær erfið ákvarðanir sem við höfum þurft að taka nú þegar og það sem liggur fyrir til í framhaldinu til þess að vinna okkur hægt og rólega út úr þessu. En það má segja að þessi þó jákvætt í þessum tölum sem Fjóla kynnti hérna áfram að niðurstaðan lækkar þó örlítið á milli þegar það er búið að laga þessi og að dreifa í rauninni þessum afföllum sem verða á hvert ár en ekki tekið alltaf á einu ári. En það er alveg hárrétt líka og ég ætla ekki að förum ekkert í málingu með það að það er alltaf flókið þegar þú ert að bera saman sveitarfélög. Það eru mismunandi hvernig þau eru sett saman og reikinn þó og við reynum að nýta þessar tölur sem bæði sambandi er að taka og okkar ráðgjafar gert og annað til þess að hafa eitthvað viðmill að vinna út frá. Þannig að við séum nokkuð örugg í þeim ákvörðunum sem við erum að taka og eiginlega séum að taka ákvarðanir út af þeim bestu upplýsingum sem við höfum hverju sinni. En ætla svo sem ekki að hafa meiri orð um það. Takk fyrir. Takk þér fyrir. Bragi Álfheiður Einarsdóttir álista. Við orðið. Já, ég kem hérna undir liðnum seinni umræða ársreikning. Niðurstaðan er þetta slæm eins og við vitum öll og vissum öll. Mest allt síðasta ár, fjármagnsliðirnir að drepa okkur og það er að auki kosningaár sem eru alltaf aðeins öðruvísi heldur en önnur ár. Og það var einmitt bara í gær, þar sem að er ár síðan við vorum kjörin bæjarfulltrúar. Til hamingju með það, við höfum ársafmæli, áttum ársafmæli í gær og við tökum við þess að 1. júní. Og þannig að kosningaár er alltaf skrítin. Það eru 2 stjórnir sem eru við völiðin, það tekur tíma fyrir nýtt fólk að koma sér inn í hlutina og annað. En ég er nefnilega til að við höfum getað hafið þessa vinnu sem við hófum í janúar síðastliðnum miklu fyrr. Og ég kallaði eftir því strax í fyrra haust og sérstaklega í fjárhagsáætlunarvinnunni. En það eru sem sagt 20 sveitarfélög, hvorki meira en minna, 3. sveitarfélag í landinu sem að fengu gula spjaldið frá eftirlitsnefndinni og mér finnst það bara að segja sína sögu vegna þess að ríkið hvatt okkur í COVID-inu að halda uppi framkvæmdum og halda atvinnustigi uppi. Þannig að við byggumst við, ég allavega bjóst við að fá einhvern stuðning á móti frá ríkinu en við fáum bara gula spjaldið og en af þessum 20 sveitarfélögum sem fengu gula spjaldið þá er í raun og veru aðeins 6 sveitarfélög sem uppfylla ekkert af reglunum 3 sem er miðað við. Við erum 1 af 6 sveitarfélögum sem uppfyllum ekkert af þessum 3 reglum. Hinn 14 sveitarfélögin, þau uppfylla allavega eitthvað af reglunum. En það sem ég tel að við þurfum að gera, við erum með plan, við erum bara með mjög gott plan og við erum búin að vera í miklu samstarfi, bæði bæjarstjórnin, starfsfólk, KPMG og fleiri. En ég held að við verðum að hefja viðræður við ríkið og ef að Samband íslenskra sveitarfélaga er ekki tilbúið þess að hefja þær fyrir okkur, þá bara gerum við það sjálf. Þetta er bara mjög nauðsynlegt vegna þess að tekjustofnarnir og það sem að Haraldur Líndal reiknaði út fyrir okkur að við varum að borga með þjónustu við fatlaða sem að ríkið fékk okkur í hendur rétt, að þá bara verður að leiðrétta það. Það bara gefur auga leið. Við eigum líka að þrýsta á lánasjóð sveitarfélaga til þess að geta greitt upp lán og leita endurfjármögnunar á skuldunum okkar. Því að það er mjög erfitt að lækka skuldahlutfalli þegar megnið af lánasafninu er verðtryggt og við erum í tæplega 10% verðbólgu. Það er eiginlega bara ómögulegt sko. Það er mjög erfitt og það er óskiljanlegt að lánasjóður sveitarfélaga
að lán þar séu óuppgreiðanleg. Það er í raun og veru sveitarfélögin eru að skjóta sig í fótinn, þú veist, þau bara eru komin þetta í gildru. Við getum ekki greitt upp lánin okkar þar og leitað endurfjármagnar. Þau eru bara óuppgreiðanlega þessi lán. Þannig að þarna held ég að við verðum að læra og tel nauðsynlegt að við séum ekki með öll eggin í sömu körfunni, þar að segja eggin eru þá lánin. Við þurfum að leita fjölbreyttari fjármögnun að kosta heldur en að nota einungis lánasjóð sveitarfélaga. Ég held líka að við verðum að hefja líftíma útreikninga á öllum framkvæmdum því að við erum yfirleitt alltaf að fara í útboð og tökum lægsta tilboði í stofnframkvæmd en hugsum ekkert rekstur og viðhald og líftíma útreikninga á framkvæmdinni. Þannig að reksturinn og viðhaldið, við getum verið að velja í raun og veru dýrasta kostinn þegar kemur að rekstur og viðhaldi í framtíðinni og þetta verður bara að hefja sem fyrst og þetta eru bara kölluð vöndu vinnubrögð og getur sparað okkur heilmikið af fjármunum. En ég segi enn og aftur, þetta er ekkert falleg lesning en við byggumst öll við þessu og vissum af þessu. Ég er kannski varð fyrir vonbrigðum á því að við skyldum ekki hefja vinnuna fyrr, miklu fyrr, af því að við vissum á hverju var vona á. Ég vil vandaðra vinnulag. Það er alveg framfarir. Ég sé framfarir frá því ég tók við hér sem varabæjarfulltrúi árið 2018 en vinnulagið þarf samt að batna en frekar. Þetta er mjög mikið sleifarlag á mörgum hlutum. Ég vildi og hef sagt allan tíman að við þurfum að fá breytingastjórnun með okkur í lið. Það er bara breytingastjórnun. Við erum að breyta hér mjög miklu, segjum mikið af fólki. Við erum með KPMG okkur til hals og traust í fjármálunum. Við erum með Attendus okkur til hals og traust í mannauðsmálum en við erum með engan í breytingastjórnun með okkur. Og breytingastjórnunin, hún þarf að vera á gólfinu með okkur. Við erum strax farin að heyra kurr meðal starfsmanna, alveg út kvippin og kvappin og það er breytingastjórnunin sem svona hjálpar okkur við að lækka það kurr og minnka það. Þetta hef ég sagt frá upphafi og er ósátt með að ekki hafa verið farið eftir af því við þurfum aðstoð, það er alveg greinilegt. Komið kurr og ekki nægilega hugaða breytingum á hverjum starfsstað og hvernig þeim er komið í gegn. En ég er alveg með í planinu og við bara höldum áfram og það verður ekkert mál að laga þetta fyrir Árborg, stórt og vaxandi sveitarfélag. Takk fyrir. Takk fyrir Álfheiður, þá er Arnar Freyr Ólafsson, bílstjóri. Já, forseti. Við erum að ræða hér seinni umræðu ársreikninga sveitarfélagsins. Þegar maður er búinn að rýna þetta svolítið oft og reyna að átta sig á því hvernig við vinnum okkur út úr þessu, þá held ég að það rennir svolítið upp fyrir manni hversu mikið langtíma verkefni þetta er að koma höndum á það gat sem að er til staðar í rekstri sveitarfélagsins. Það eru 2,8 milljarðar, ef ég man það rétt, sem að við þurfum að stoppa í og við erum auðvitað búin að komast af stað í því að leiðrétta reksturinn að einhverju leyti. En skattekjurnar duga illa fyrir bara stærstu útgjaldaliðunum eins og launum og þetta er ekki gert á einu ári og lánadrottnar átta sig á því, við verðum líka átta okkur á því og við verðum í rauninni að leggja alla áherslu á að stoppa þessa möntru sem að öllum er að verða töm og algjörlega óþólandi að hlusta á, að hér sé sveitarfélagið á heljar þröm í rekstri. Það er ekki svoleiðis. Það er tap af rekstri sveitarfélagsins. Það eru verulegar eignir sem að félagið á undirliggjandi og bara svona til þess að minna á það að vátryggingarverðmæti kerfisins hjá Selfossveitum er 12 milljarðar.
það eru bara pípundar sem liggja hérna allan bæ. Og það er bara eitt og lítið fyrirtæki sem að er kallað Selfossveitur og er með milljarð í veltu á ári. Síðan eigum við líka fráveitu og við höfum vatnsveitu. Og ef þú leggur þetta saman, þessi 3 félög, þá ertu með verulegar eignir. Þú ert með tekjur upp á, í kringum 2 milljarða og þú ert með hagnað af þessum 3 einingum í kringum 640 milljónir á árinu 2022. Og það var ákoman. Þannig að ef við erum að sko tala að hér sé allt í heljarþröm, þá er ekki allt á heljarþröm hér. Það er vissulega erfiðleikar í rekstri og það ber líka að horfa til þess það sem að er að skila og við getum verið stolt af og við erum að fá þarna þjónustu sem að er náttúrulega framúrskarandi. Við erum að fá að hita í húsin okkar, við erum að fá ferskt og gott vatn og við erum auðvitað að skila frá okkur hérna út í ána og út í sjó á hátt sem er óviðeigandi og við þurfum að fara að huga að því að þetta fé sem að er að renna inn í bæjarsjóði gegnum veiturnar 3, það er að segja vatnsveituna, fráveituna og heituveituna, að við þurfum að fara að koma þessum fjárfestingum í lag. Nýverið þá urðum við að hafna tilboðum vegna forsendubress í miðlunargeymi í Selfossveitu. Þarna stóð til að stækka miðlunargeymi til þess að tryggja afhendingaröryggi á heitu vatni til bæjarbúa. Þetta er lífsnauðsynleg framkvæmd fyrir veitur og þetta er öryggi bæjarbúa á afhendingaröryggi á heitu vatni og orku til okkar og þarna smitaðist á milli bágur efnahagur og bara í rauninni vond staða lausafjár sveitarfélagsins, þarna smitaðist það yfir í veiturnar. Og ég hef rætt það áður að þetta sé í rauninni alveg ólíðandi. Að við séum komin á þann stað að við séum að stefna í voða grunnþjónustu okkar þjónustu fyrirtækja. Og ég hef í rauninni aðeins reifað þá hugmynd að við þurfum að aðskilja þetta betur. Það er að segja veiturnar allar frá bæjarsjóði til þess að tryggja öryggi þessar starfsemi sem er sko í beinni þjónustu við alla bæjarbúa. Þannig að ég vil svona hvetja til þess að við horfum til þess til framtíðar að reyna að aðskilja þarna á milli á B-hluta og við höfum svo sem skapalónin fyrir hendi, það eru til flott fyrirtæki, Norðurorka til dæmis, sem við getum notað sem skapalón fyrir það sem við ættum að gera við veitustýringuna hér og bara hér með formlega hveti til þess að við hefjum þá vinnu að skoða þau mál, fara í samþykktir og mögulega samvinna þessi ágætu fyrirtæki sem við eigum og ég vil halda á lofti því að þetta er vissulega ein verðmætasta eign samfélagsins þó er náttúrulega ekkert sem kemur í veg fyrir eða sem kemur í staðan fyrir mannuðin en vissulega þarna eru áþreifanlegar eignir. Þannig að ég segi að til þess að botna þetta er vissulega langklöpp, það er ekki hægt að ana út í það alltaf sér að sko stoppa í gati núna á einu ári, við verðum að gefa þessu tíma, það er að verða alls konar breytingar þar sem að eru að gerast okkur í vil eins og með þessi skuldabréf, það er að segja ef við skilda rétt, ef við myndum kaupa þessu útgefnu skuldabréf í dag, þá myndum við borga lægra verð heldur en við fengum fyrir því á sín tíma. Þannig að það er í sjálfu sér jákvætt fyrir bæjarsjóðinn og verst að eigi ekki peningana til reiðu til þess að geta borgað upp þessu skuldabréf. En takk. Takk fyrir Arnar Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarreitur og tilheyrendur.
Já, ég kem hérna undir umræðum ásækning sveitafélagsins og það eins og við komum hér fram áður. Sannarlega búið að ræða hann meira en góða hóðu gegnir og kannski á öðrum vettvangi heldur en hjá okkur. En varðandi það hvenær hefði átt að byrja og hvenær ekki og þar fram til göttunum þá er ég algjörlega sammála bæjarfulltrúa Álfheiði að það hefði mögulegt að byrja á þessu fyrr og miklu fyrr þessari vegferð og við hófum náttúrulega þessa vegferð í sumar, fyrra sumar segi ég og þó hún hafi ekki hafist hann þunga fyrir í lok sumars eins og gengur og gerist þá er oft ákveðið stoppið við sumartíman og þetta oft þungt í vögum sem engin afsökun svo sem en svo vil líka benda á það að þegar við hófum þessa vegferð í lok sumars að þá og hófum fjárhagsáætlun gerð fyrir árið 2023 svolítið blauta bakveirun en algjörlega meðvituð að staðan var ekki góð þá var hún samt ekki orðin svona slæm. Ég er ekki að segja þetta til þess að afsaka eitt eða neitt heldur bara svona hrættur hlutir búin að gerast og það þýðir ekkert að grenja við því, svona er bara staðan og þetta er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir öll sem eitt og ég sagði við okkar ráðgjafa af hverju byrjuðu ekki á þessu fyrir og hann sagði já við höfum getað byrjað á þessu fyrir 2 árum eða einhverjum árum skiljið, það er alltaf hægt að fara í þennan og við ætlum ekki þangað. Varðandi lánasjóðinn þá er samtali hafið við lánasjóðinn og það var bara ágætið samtal sem við áttum þar, fórum þar til þess að opna á þá möguleika að geta mögulega lengt í lánum eða bara farið í einhvers konar viðræður. Við erum auðvitað eins og bæjarfulltrúi Arnar kom inn á bara ágætlega í sveit sett með það, með eignir og annað en við borgum ekki reikninga með eignum og lausafjárvandinn er klárlega til staðar og þar lendi hefur verið mjög óábyrgt að fara að taka tilboðum eins og varðandi miðlunar kemur sem er bara eitthvað sem okkur er algjörlega nauðsynlegt og við erum mjög meðvituð en það verður mjög óábyrgt að fara að koma okkur í þá stöðu að skuldbinda okkur enn frekar en við nú þegar erum því að við erum sannlega skuldbundin með verkefni og í þessari þungu stöðu sem við erum og ég ætla ekki að draga dul á það að staðan er gríðarlega þung og ég ætla ekki að hafa eftir orð fráfarandi fjármálastjórans mín sem hefur sagt ákveðna setningu sem við erum farin að mantra svolítið okkar í milli. En ég ætla horfa bara björt fram á veginn. Þetta er bara verkefni sem við erum að fara að takast á við. Því miður þá er staðan þannig að við þurfum að vinna þetta hraðar heldur en við kannski ætluðum okkur upphæð. Við vorum að horfa árið 2028. Það eins og markaðir eru og ytri aðstæður að þá er bara mögulega krafan á okkur að við vinnum þetta eða sýnum fram á við getum gert þetta hraðar og að meira öryggi heldur en við höfum verið svona aðeins að horfa en þetta er áframhaldandi vinna og við þurfum sífellt að vera að endurskoða þetta er lifandi plagg og aðstæður að breytast stöðugt við erum alltaf að leita leiða til þess að rýna reksturinn en eins og ég hef sagt áður þá er það ekki nóg bara það að hagræða rekstrinum einum og sér og við getum ekki tekið bara þar til og ætlast til þess að hlutinni lægjast og við náum okkur í þessa milljarða því við erum sannarlega ekki búin að fjármagna okkur ennþá og við erum í ákveðinni fjárþörf. En að þessu sögðu þá langaði mig að enda allavega mitt mál á því að segja að því að ég glemdi því klikkaði á því það var að segja að í liðnum hér á undan með leyfi forseta þá vorum við náttúrulega að kom það fram að fjármálastjórinn okkar og sviðstjóri fjármálasviðs til margra ára væri búin að segja upp störfi sínum og er búin að lofa mér því að vera svara mér á Spítal þegar hún hverfur til nýrra starfa þar sem ég óska henni velfarnaðar og góðs gengis bara eins lengi og henni sýnist að vera þar og þakka henni fyrir þetta tímabil sem við höfum átt saman. Það hefur verið mjög gott að geta leita til hennar því að hún er eins og alfræði rit og orðabók í allt og öllu og er algjörlega minnstakosti 2 manna manneskja ef ekki meira þó hún sjáu alls ekki þannig og þannig að ég ætla svo sem kannski ekki að þakka henni fyrir samstarfið mig langaði samt svona að segja bara að við munum sjá verulega eftir henni en óskum henni velfarnaðar á nýjum vettvangi og nýjum störfum og
og algjörlega bannað að taka okkur út úr símalistanum og vonandi að hún svara okkur eins hratt og örugglega hún getur svona fyrst eftir hún hverfur frá störfum. Takk fyrir. Takk fyrir það Fjóla og forseti getur tekið undir þetta eftir rúmlega áratugs samstarf með henni Ingu. Hún sé nú ekki alveg horfin á braut en ég óska henni sömuleiðis velfarnaðar og þeim sem þarna hverfum frá. Eru fleiri sem vilja ræða ársreikninginn, 5. lið á dagskrá fundarins? Og ef svo ekki þá göngum við til atkvæða. Þeir sem að samþykja hann eftir síðari umræðu vinsælt gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að fundartíma bæjarstjórnar sem er tiltekinn hér sérstaklega 2022-26 og það má eiginlega segja að nú förum við bara aftur í hefðbundið prógram eins og þannig er frásagt því að næst verður fundur 7. júní eins og hér hefur komið og síðan 20. og 1. sem verður þá væntanlega síðasti fundur fyrir sumarfrí. Þannig að það er hefðbundin dagskrá núna í júní hjá okkur og er einhverju sem vilja tjá sig fundartíma bæjarstjórnar? Ef svo er ekki, þá ég að forminu til væntanlega á að bera þetta undir atkvæði. Nei, sennilega ekki. Ég geri það bara ekki. En þá förum við hér í 7. liðinn á dagskrá fundarins. Það eru fundargerðir og það er skipulagsnefnd 5. fundur haldið 19. apríl. Er einhverju sem vilja tjá sig þann fund? Álfheiður Einarsdóttir álista? Nei, hún er hætt við. Já. Já, við erum búin að halda núna 2 fundi og núna förum við yfir í formlegt, förum núna, þetta er 7. nema eitthvað stórkostlegt kom upp að þá að sjálfsögðu boðum við til fundar. En það er þá 1. miðvikudagur í júní, 7. júní og síðan 21. á sumarsólstöðum. En við vorum að ræða skipulagsnefnd, engi við tjásið þar, þá förum við í 8. lið, fræðslu og frístundanefnd, 3. fundur haldið 19. apríl og það er Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, sem biður orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem undir lið 10, það sem er biðlistar leikskóla í Árborg 2023, en það er svona kannski ánægilegt að segja frá því að innritun í leikskóla Árborg fyrir skólaárið 2023-24 er lokið og við innritun er unnið eftir reglum leikskóla Árborgar þar sem aldur barns ræður röð á biðlista. Innritun fer jafnaði fram í mars og apríl og er tekið mið af þeim umsóknum sem borist hafa fyrir þann tíma. En það er bara ánægilegt að segja frá því að öll börn sem áttu umsókn fyrir þennan innritunartíma og eru fædd í maí 2023 fengu leikskólapláss. Þannig að staðan í dag það eru rétt rúmlega 70 börn á biðlista eftir leikskólaplássi fyrir þennan aldur. Þannig að bara vildi koma þessu á framfæri. Þakka fyrir Brynhildur. Fleiri sem vilja ræða 8. liðinn á dagskránni fræðslu og frístundanefnd. 3. fundur, Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, ég með langaði bara að koma hérna upp í framhald af því sem að Brynhildur kom hérna inn á og í fundagerð fræðslu og frístundanefndar að og taka undir það. Það er þetta mjög ánægilegt hvað við höfum getað tekið á móti mörgum börnum inn í leikskóla Árborgar og hvað í rauninu við höfum farið neðarlega í aldri með oft áður og hvað sveitarfélagið vaxið mikið og hér eru við heppin og hér búa mörg börn og allt það. En það er auðvitað
jákvætt að hér hefur verið farið í mikla uppbyggingu þegar kemur á leikskólamálum. Það er að vera byggður hér nýr 6-delda leikskóli og síðan nýtast áfram færanlegu kennslustofunar sem var ákveðið að byrja stekkjarskóla í. En nú þegar að kennslan á grunnskólanemendum hefur færst yfir í nýju bygginguna þá höfum við það rými til að byrja með nýja deildir og það er bara mjög ánægilegt að við skulum geta veitt þjónustu til þessara mikilvæga íbúa okkar, yngstu barnanna. Takk fyrir. Takk fyrir, Arnar, fleiri. Ef svo ekki, þá förum við í 9. liða dagskrá sem bæjarráð 37. fundur haldinn 27. apríl síðastliðinn. Einhver svona tjá þann fund. Ef svo ekki, þá förum við í 10. liða dagskrá eigna- og veitunefnd 16. fundur haldinn 25. apríl. Einhver sem vilja tjá þann fund. Svo ekki, þá förum við í 11. liða dagskráni sem bæjarráð 37. fundur haldinn 5. maí. Einhverju sem vilja tjá þann fund. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir délista. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari, aðrir tilheyrendur. Mér langaði bara að vekja athygli á þriðja lið, þar sem að bæjarráð samþykkti tillögu sviðsstjóra í ráðsviði, mannis og bæjarstjóru, stytting á opnunartíma ráðsins á föstudögum frá klukkan 12, en sú breyting kemur til framkvæmdar núna næsta föstudag 19. maí, en þessi breyting í rauninni til að mæta vinnutímastyttingu starfsfólk í ráðhúsi. Þetta er eins og önnur sveitarfélög hafa verið að vinna þetta, þá í rauninni loka frá 12 og starfsmenn taka vinnutímastyttingu á þeim tíma, eru stundum að vinna þó að þjónustu veri loki, en áfram verður hægt að senda ábendingar í gegnum ábendingagátt eða hafa samband í gegnum póst. Takk. Þakka þér fyrir, Fjóla. Eru fleiri sem vilja tjá sig 37. fund bæjarráðs? Ef svo ekki, þá förum við í 12. liða dagskránni velferðarnefnd, annar fundur haldinn 2. maí. Helga Lind Pálsdóttir délista hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, mér langar fyrst að segja frá 4. liða á þessum fundi, þar sem að velferðarþjónustur var að gera viljayfirlýsingu til velferðarráðuneytisins eða félagsmálaráðuneytisins að vilja taka þátt í verkefnum samþættingu heimahjúkrunar og félagslegrar heimaþjónustu. Við erum að sækjast eftir því að fá að taka þátt í þessu verkefni og ég veit til þess að HSU hefur mikinn áhuga á því að standa baka þetta verkefni. Þetta er mjög spennandi og vonandi verðum við valin sem sveitarfélag til þess að taka þátt í þessu. Eins langar mér með leyfi forseta að fá að lesa upp bókun sem að við tókum fyrir á fundi velferðarnefndar, bókun sem er unnin sameiginlega þeirra sem hér stendur og bæjarfulltrúa Elju Tómasdóttur í biðlistanum. En þar kemur fram að í ljósi alvarlega skuldastöðu sveitarfélagsins Árborgar vill velferðarnefnd Árborgar koma framfæri mikið að þessi staði verði vörðum velferðarþjónustu í Árborg. Velferðarnefnd bendir á að sérstaklega þurfa að vernda þjónustu gagnvart viðkvæmustu hópum samfélagsins og þeir sem þurfa sérstökum stuðningi að halda. Eins leggur velferðarnefnd áherslu að þrátt fyrir erfiða rekstrarstöðu sveitarfélagsins verða áfram sérstaklega hugað að farsæld barna í sveitarfélaginu. Í þeim aðstæðum þar sem ekki verið komist í hagræðingu leggur velferðarnefnd áherslu á að hugað verða mótvægisaðgerðum sem milda afleiðingar hagræðingaaðgerða og sveitarfélagi veiti þá bestu þjónustu sem unnt er á hverjum tíma. Gerum okkur öll grein fyrir að hagræðingaaðgerðir koma niður á okkur öllum, en við viljum samt í velferðarnefndinni
gera okkar besta til þess að samt standa vörð það sem er mikilvægast í þessu lífi. Þakka þér fyrir Helga Lind, það eru fleiri til að tjá sig velferðarfundin. Svo ekki, þá förum við 13. það er skipulagsnefnd, 7. fundur haldinn 3. maí síðastliðinn. Bragi Bjarnason Délist, það er beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilnefndir. Já, við langar bara rétt að vekja athygli á máli nr. 6 í sem bara tekið fyrir í skipulagsviku og í bæjarráði í síðustu viku þar sem var verið að samþykkja framkvæmdaleyfi hringveg Ölfusá, vegstæðið og brúna. Þannig að nú er boltinn kominn til Vegagerðarinnar að klára að fara yfir tilboðin sem voru komin, þessi 5 held ég, sem framkvæmdir og fjármögnun á brúnni og vonandi mun það bara ganga vel þannig að framkvæmdir geti hafist sem fyrst og loki þá á næstu árum. Því að ég held að við séum öll sammála það að við viljum fá nýja brú sem allra fyrst. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Bragi, fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo ekki þá förum við í 14. og síðasta lið á dagskrá fundarins. Það er bæjarráð, 38. fundur haldinn 11. maí síðastliðinn. Bragi Bjarnason Délist, það er beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilnefndir, já, langar bara svona rétt að koma upp undir máli 11 sem við tókum fyrir í bæjarráði. Þar var lagt fram til tilkynning frá Foss verkfallsboðanir. Nú standa náttúrulega kjarasamningsviðræður yfir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga við þessi félög, þannig að auðvitað er sorglegt að þurfa að grípa til þessara aðgerða sem eru, og maður vonandi ná menn lausn í þessari kjaradeilu, því fyrr, því betra, því að það er alltaf slæmt þegar það þarf að grípa til verkfalla og það muni bitna á íbúðum okkar og í rauninni bara öllu samfélaginu. En ég hef fulla trú að því að ef menn setjast niður þá sé hægt að leysa málin. Þannig að vonandi leysist úr þessari kjaradeilu sem allra fyrst. Þakka þér fyrir Bragi, Álfheiður Einarsdóttir álista. Orðið. Forseti, ég kem hér undir sama lið og Bragi kom undir, það er að segja verkfallsboðanir og kjarasamningagerð BSRB við Samband íslenskra sveitarfélaga, og það er einhvern veginn mín skoðun er svo að sveitarfélögin þau bera bara mikla ábyrgð á því að hækka mjög launalágar kvennastéttir og við getum ekkert útvistað þeirri ábyrgð frá okkur á sambandið, sko. Þannig að ég myndi gjarnan vilja fá upplýsingar frá meirihlutanum hvaða skilaboð fóru inn í samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga starfskjarastefnu, og af því að mér skilst að það eina sem standi á er að BSRB vill fá það sama og hinn félögin hafa fengið, þar að segja að þetta verði gert tilbaka til 1. janúar. Mér skilst að það er eini ástættingarstefnin og þannig að ég vildi gjarnan fá að sjá gögn frá Árborg eða Samband íslenskra sveitarfélaga hver starfskjarastefnan okkar er, það er að segja hvernig við erum að reka okkar mál gagnvart BSRB, þannig að við séum með hreina samvisku gagnvart þessum boðuðu aðgerðum. Takk. Þakka þér fyrir, Álfheiður, eru fleiri? Og ef svo er ekki, þá höfum við tæmt dagskrána hér á þessum 19. fundi bæjarstjórnar Árborgar sem fram fór í þessu sólskinsveðri eftir snjókomu næturinnar, og við sjáumst aftur miðvikudaginn 7. júní næstkomandi og ég segi fundi bæjarstjórnar Árborgar slitið.